Kæru hlustendur, það komin föstudagur, klukkan orðin 4, Mötley Crüe komnir á fóninn og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan 7. nóvember. Þetta fljótt að líða, það komið nóvember, Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir drengi sem eru í sínum vanalegu sætum, þeir eru ekkert mikið að breyta til. Annar þeirra nett mjúkur, hinn nett harður. Ég ætla að byrja á þessu mjúka Steindi Junior, hvernig ert þú? Sæll og blessaður Auðun Blöndal, hvernig ertu? Ég hrikalega góður, en þú? Sama hér, ég fyllandi góður og fróandi fínn. Það komin fössari, það bullandi fössari í mér. Það eitthvað sóleimaglottaður? Nei, ég segi það nú ekki, jú, kannski. Það bara svona, maður brosir út af eyrum. Það er gaman að vera komin í stúdíu og það bara... fössari í þér? Já, það bullandi fössari í mér. Já. Þessi föstudagur eitthvað betri heldur en aðri föstudagar? Já, sko, ég að fara í afmæli í kvöld. Nú, hver afmæli? Herðu, bróðir konunnar. Nú, það bara þannig. Já, og svo það erfifs og það mikið að gerast og það líf í bænum. Blöyti Junior að fara dættinn? Já, ég segi nú ekki Blöyti Junior en svona, já, maður fæsir kannski 2 bjóra eitthvað, ekkert meira það, bara rólegt. Ekki að þú endar í bænum? Nei, kannski. Hvort þetta reyna að ljúga mér, hlustendum eða sjálfur? Okkur öllum held ég. Okkur öllum, en harði Egill Einarsson, hvað segir þú? Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri og hvað er þennan föstudag sem að gera hann svona góðan? Það er mjög góð spurning. Já. Það er svona gott. Eitthvað betra við þennan föstudag heldur en aðra? Það er nóvember. Já. Ertu nóvember maður? Herru, það steytist í jólin. Ég veit að Egill ekki jólabarn. Egill ekki jólabarn og Egill, þú ert nú ekki mikill erfiðismadur heldur. Ertu típan sem verður erfiðis? Ég ekkert á móti erfið, ég bara ekki ennþá skellt mér á þetta. Nei, það aldrei prófa bara. Nei, ég, þú veist. Að læðast inn jólakvíði? Í Egill þá? Nei, ég ekkert kvíðun á jólunum, sko. Nei. Það jólalögin og all umferðin og geðveikin sem sleðilegt. En sko, það sem kemur mér í jólagýrin að vera á Sæbrautinni í bullandi trafík á Þorláksmessu með allt niður mig og að reyna að kaupa einhverja viðbót í einhverja gjafir og já, kannski eftir, þú veist, eitthvað smá í Mér gaman að kaupa gjafir systeminni og kannski kaupa eitthvað smá handa bróðum mínum og já, svona búin að reyna að lista í síman hvað ég þarf að vera og ég kemst ekki neitt út af trafík og það eitthvað jólalag í gangi og þetta bara eitthvað sem ég finnst þetta bara ómissandi partur af þessu. Ég fer aldrei í jólaskaffinni fyrsta DS. Fyrsta DS? Já, DS kemur mér í jól. Ég náttúrulega ammali 9. DS, þannig að ég svona það kickstartar algjörlega hjá mér. Og það ekki agalegt sem úlingur eiga ammali bara rétt við jól. Þetta samt ekki, sko, þetta er rétt sleppur. Já. Ég var ekki að fá eitt stóran pakk jólin. Ég fekk alveg pakka á ammali mínu og á jólunum fattar frá ættingum og svona. Okay. Það líka með eins og jólun, það finnst mér mjög gaman að eiga til dæmis 2-3 gjafir eftir þegar það tveita þetta jólun. Það er alltaf lægi fyrir þessu blöð þig að eiga, þið finnst gaman að kaupa gjafir og það er nóg til. Það er nóg til. Hann heitir Cash og það er nóg til. Nei, það er bara spurningum að gefa skemmtilega gjöf. Nei, það er hellingarlega þessi kvíðir í jólunum og það vantar Cash á heimileginu. Já, sko, það er skemmtilegast þetta sem þú gerir, það er að ekki að gefa dýragjöf. Blöð drullar Cash. Ég strulla ekki. Ég held að Ötti gefur rosalega dýra gjafir. Nei, hættu þess. Það er mjög sniðugt að draga staf. Nei, veistu hvað? Það er líka, sko, þetta samt góða punktur sem Egill kom inn á að það er ekkert allir sem geta að vera að eyða fullt af peningum í gjafir. Ég er ekkert að eyða fullt af peningum. Hvað fór það út í það? Ég fer ekkert að eyða aðlegun í jólagjafir. Mér finnst, sko, það sem mér finnst líka skemmtilegt er að þetta þarf ekki að vera dýragjafir. En ef maður getur búið til gjafir, þær eru rosalega góðar. Og farið í stafaleikin. Hvað, teikna eitthvað? Nei, já, sko, ég veit ekki, sko, Stráka, það er 7. nóvember, ætlum við að taka bara alla fyrst inkominni að tala um jólin. Við getum farið betri við þetta en nædreigur. Já, við verðum með þáttið um jólin. Það er stafaleikur þetta samt. Ég skal bara segja að það kemur á jólum. Ég væri til í einhverja jólabombu FM 95 Blöð. Já, við verðum með svaðalan jóla. Það verður að koma einhver jólasveinn og það verður alltaf gerast, þetta verður að vera bomba. Við erum svo mikil jólabönni. Við lofum því eina áður ég fer að, svona, lesa upp veisluna sem hjá okkur í dag. Það eru margir búin að spyrja mig, DJ Muscleboy með eitthvað off-venue og erfiðs eða ert að spila eitthvað? Sko, ég var að spotta í gær. Spotta í gær? Ekkert eitthvað tengt erfiðs? Nei, ball hjá FG og það var svona semi-off-venue. Hvernig fyrir við ekki inn á okkar baðherbyggju enn einum og hendum í eitt off-venue? Þeir eru bara mein illa að gigga í 100 ænum. Er þér? Já, hættulegu staður og... Það
Það var þetta gaman að það var þetta gaman að gigga inn á baðherbyggjan einum og fylla. Já. Við erum með tróðfullt off-venue. Já, þú fyllir nú kannski bara 7 manns. Já, ég segi það, við getum alltaf fyllt það. En Lagðir af stað. Ég hef ekki teilt í Nonna Tattoo. Er hann ekki annars all-in og... Er hann eitthvað að róast með erfiðsið? Nei, ég trúi ekki. Nei, ég trúi ekki. Það getur ekki verið. En kæru hlustendur, við erum með veislu í dag. Ég lofa ykkur því eins og alla föstudag. Ber þar hæst dagskrárliður eins og kortmyndur frekar, sturlaða staðreyndir, spurningkeppni Gilsara stendur hérna, giftast sofa hjá drepa. Við erum með nýja tengingu. Akkurat, við ætlum að skella okkur í engamáli í dag. Já, þú ert með engamáli. Og svo erum við líka með splungun í hann tonga, því að það var svo mikil dagskrá hjá okkur í ammælistættinu síðasta föstudag. Og við vorum búin að taka nýjan tong og hann bara glemdi að það var ekki pláss fyrir hann. Þannig að við spilum nýjan tong hér á eftir. Og það emoji-kennsla, back to school fyrir fólk. Já. Þannig að fólk getur... Emoji-kennslan, er hún ennþá? Já, fólk fekk frí síðustu viku, fekk frí frá lærdónum, en skólinn byrjar aftur í dag. Og hvað verður lengi með emoji-kennslu? Og við erum búin að fara yfir alla kalla. Eins lengi við þurfum, af því að málið það eins og Egill hefur sagt og ég er sammála því að þetta er að við erum að færa okkur úr því að fara að skrifa dót og bara hendun í kalla. Ok. Færð allt í hennu, sko. Þú trúir því bara? Eftir nokkra mánuði, ekki þetta trúa neinu. Þetta er bara, við erum að tala um þetta er svona kannski 4 til 12 mánuði það að þú fáir bara SMS í símaðinn og það er bara svona 20 kallar. Þú lest bara úr því. Það er rétt að vona ekki. Þú lest bara úr því. En eins og heyrið, kæru hlustendur, við erum með veislu og þessi veisla er hafin, það er bara annir. Það held ég, kæru hlustendur, þið er að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Öðum Blöndal, Steindi Junior og Egill Einarsson með ykkur til 6 í dag og já, við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunina og ætlum að reyna að launa ykkur þessa hlustun með góðum þætti. Cash. Já. Getur lána með smá cash nú. Æ, þegið Egill. Herru, þú sagði já. Hann sagði cash, þú sagði bara já. Þeir byrja að svara þessu, jánaði með þig. Finnasta moment ég er aldrei að fara að svara þessu aftur. Finnasta moment sem ég sé á æði minni þegar vorum félagarnir allir staddur á Akureyri, vorum að senda þar út í beinni og þegar að koma alltaf það hafi gjörð svona 70 krakkar kannski í svona 12 ára. Og þið voru farnir. Við löpum vorum rétt farnir og eitt kallar eftir hey Cash, fæ ég mynd. Hey Cash, fæ ég mynd. Þetta nafnið er að festast. Nei, ég myndi taka mér handlegg fyrir að eiga þetta viðnefni. Nei, þetta er ógeðslegt að kalla Cash. Hérna, það er komið að slúðri hér í F og ég veit alveg, ég ætla ekki að leyfa ykkur að heyra lengur þetta bökkið mig því að þá veit ég að halda áfram. Ef þetta var Öddi no cash, það var slæmt. En þetta er Öddi cash sem þið eru að nót til. Hvað er mikið að það núanlega, bara í beinhörðu, bara í Rasmusson? Hvað er með mikið? Já, hvað er mikið að það nú? Þetta er eitthvað veikur ekki bara með debetkort og síma. Það var mjög mikið skellur og verið kallaður Öddi no cash. Ég er bara bæði vond. Er það ekki bara Öddi eða Auðun? No cash er satt alveg smá fyndi líka. Já, herru, það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og slúðupakkin byrjar á þeim Blake Shelton og Gwen Stefani. Þau eru bæði dómarar í ameríska Voice og Gwen Stefani var náttúrulega á sínu tíma gift Gavin Ross til svo einhverja Bush sem er í miklu uppáldið af mér og var meðlumur í Krydd Píónum. Nei, Gwen Stefani var í No Doubt Apa-heilið. Vittu hver, já það var hérna Slóðrætt með hvað hétt hún áttum maður? Hvað hétt hún? Þær voru 5 afsniðin. Geri. Já, Jerry Halliwell. Já, sko málega það, ég veit ekki hvað fólk þetta er sko. Ég er löngu búin átt að með því. Já, en ég veit ekki eins og hver sko, ég veit samt hver Gwen Stefani er. Ég veit ekki hver hingæðin er sem varst að tala um. Já, Gwen Stefani er algjörðtöfari og Blake Shelton er dómari með henni í Voice í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hver Blake er. Nei, hann er frægur country-söngvari og þau eru núna byrjuð saman byrjuð að stinga saman nefjum í þessum þáttum. Það er skemmtilegt. Þetta er svolítið svona eins og sko Unnsteinn og Helgi Björns myndi byrja saman. Frekar þessu Unnsteinn og Salkaði ekki? Það er ekki svona... Já, kannski eðlilega. Já, þá er ég ekkert endilega að tala um því að þeir eru til gamla heldur svona upp á aldur og annað líka. Já. Hvernig var þessi ást til? Bara kynnast í Voice og verða hrifin af hvort öðru og hann nýskilið með konuna sína og hún nýskilið með... Hver meikaði the first move hana? Var það Blake eða var það Gwen? Ég bara veit það ekki, það stendur ekki hérna. En þau eru voða happy og eru búin að hitta börn hvers annars og það er alltaf að gerast. Já. Og við í FM 95 blöð óskuðum bara góðs gengis. Innilega það mikið? Æ, ég veit það ekki. Okkur?
Okkur orkar það mikið góð Okkur ættu við að vera því Munum þau heyra því? Þetta ekki Team Blake? Nei, ég er ekki Team Blake, ég veit ekki hvað þetta Hann er með flott brós sko Já, Blake, hann er líka skemmtilegur í þáttunum Ég hef allavega ákveðið að halda ekki með Blake Herru, til hamingju með það Svo er það næsta og það er af Christina Aguilera Hún er mikill stuðningsmaður Hillary Clinton og Hillary Clinton, eiginkonan hans Bill Clinton er að bjóða sig fram til forseta eða bjóða sig sem forseta embætti demokrata í Bandaríkjunum og það er núna þá þarf þetta er svo dýrt að fara í svona frambóð að stjörnurnar eru alltaf að hjálpa til við að safna pening Ég man eftir bara þegar Ástór Magnússon fór í frambóð á Íslandi og þá mætti hann í stúdíó með skjalatösku fulla pening það sína bara, hann opnaði töskuna það voru einhverja miljón, ég veit ekki hversu mikið peningur fullt af peningum og sagði bara, ég er ekkert að djóka, ég er að fara í þetta frambóð, þetta er peningurinn, ég er með þetta, I got this. Það er eitt að vera Ástór Magnússon á Íslandi með skjalatösku fulla 5.000 með heldur en að vera að bjóða sig fram til forseta Bandaríkjanna. Það er aðeins dýrara. Ég er að vona minn maður, the Trump machine, loki þessum kostningu það. Nei, ertu hvað? Mikil Donald Trump. Út af hverju? Hvað, vill ekki útlendinga og bara algjör? Vill ekki útlendinga? Það er sagt það ekkert. Já, ertu ekkert að fylgjast með, hann er bara allt sem hann segir, ég er á móti öllu sem hann segir. Og sæðar hefur náðan. Já, shocker. Hillary Clinton, Christina Aguilera, hélt partí heima hjá sér til þess að safna fyrir Hillary Clinton og tók þar 3 lög og þetta var allt svona rólelög og fólki sem mætti þurfti að borga á bilinu $500 til $10,000 Þú komst inn fyrir 500 Já Hvað er dollarin í? Þú komst inn fyrir 65 skall Já Það er ekki svolítið dýrt fyrir partí Sko ég Nei, samt ekki, tónleika með Christina Aguilera 2-3 lög Var frýtt bús hann líka? Já, örugglega Ef það væri frýtt bús og hún hefði tekið þarna 2-3 lög og svona maður hefði hitt potið ágætis menn þarna Nei, ég get sagt þér hverju voru þarna Allir léttir og ég hefði örugglega hent í 65 skall til að fara þarna Já, en fólk bjóst viðnaflað meiri stjörnum á svæðinu Það bleikarna bara Nei, þau sem mættu voru Katie Holmes, Irving Azoff úr Muse, Matt Bellamy og Muse, Christina Milan og það voru allir sem mættu Þetta hljómar eins og mjög leiðilegt partí, ég ætla bara að hreinskilin Nei, þetta er bara að vera að safna og syngja og svo er loka slúðupakki dagsins hann er af aumingjanum Chris Brown og hann er vist orðin listamaður Hefur hann ekki alltaf verið það? Nei, listamaður, hann er svona graffiti listamaður og er útskrifaður sem slíkur Þegar hann búin að henda þess að hann er komin í myndlist Já, hann er komin í hann er myndlistamaður og hann rukkar hvorki meira minna en $20,000 fyrir hvert canvas eða hvert strega sem hann er búin að tekna og hvað er það? Við erum að tala 1000 hann er að rukka rúma 2 milljónir fyrir listaverkin sín Nei, takk hjá mér Ég hef lengi verið að gæla við það að fara í myndlist Hefur þú? Já, ég get teikna rosalega Ég er bara með Það var ekki bara eitthvað flippjar Nei, hvað myndir ég myndi teikna mynd Nei, ég myndi mála mynd Ég myndi ekki borga meira en 5.000 skall fyrir hana 5.000 kall? Það er bara ekki sens Hvað myndir 5.000 skall? Já, ég er ekki að ljúga eins og Nei, þú lítur að mynda Ég myndi aldrei selja á 5.000 skall Nei, það er bara vont Ákvæða þetta er meira en 5.000 skall í mynd eftir þig Þetta landslagsmyndir Þetta fólki Þetta þér Þetta er myndir af fólki og landslag Ekkert landslag Villi Naglbítur er alvöru listamaður Hann gerir flotta myndir Já, myndir að kaupa mynd af 5.000 skall á honum? Nei, ég myndi eyða meira í það Því hann kann þetta Ég myndi bara ekki eyða meira en 5.000 skall í mynd eftir þig Þú basically hefur enga trú á honum, Kess, það er sem þú ert að segja Herru, veistu hvað? Mér döðlangar að fara að kaupa strega mála mynd, koma með hana hérna í stúdíó jafnvel í jólaþáttinn og svo er bara þetta bjóð í hana og peningurinn geti farið til dæmis bara til góðgera til góðs málefnis Áður nýtur á puttan það er það lauminn mólinn Nei, Ég ætla bara að tala hvernig Patrik, vinnum minnum, gengur í bíó Já, herru, byrju Hvað er myndin með á Internet Movie Database? Ég sagði að myndin væri komin með Ég gaf honum það að myndin mætti fara 6 myndi eigin 5,9 ég 5, eitthvað Þið miður að pakka það saman Því að Patrick Schwarzenegger er með 6,5 á IMDb sem er frábær Við þurfum að fara myndina Ég trúi þess ekki Við þurfum að fara myndina, við þurfum að fara í leðri Við þurfum að fá okkur miðstara poppi Glæta þessi myndsi í Luxussalunum Hvað heitir hún?
Glætan, Þessi mynd, hún Býtu aðeins, Read It and Weep, Álabakki Klukkan 8 í kvöld, kallið minn, í vippinu. Nei, þá fyrir við á hann. Sko, en hérna, málið með þessa mynd er að þú vannst þessa lotu. En ég held hún lendi í 5. Það eru fáir búinir að vóta. Þetta var slúðurpakki dagsins og ég takk ekki. Nei, ég er með örstutamála. Ég er búin að vera núna að skoða. Ég er vel undirbúin fyrir þennan þátt. Já, ég er búin að vera að skoða hérna þessa síðu, TMC og allar þessar myndir. Þessar síður sig. Og það er allt vittlust á slúðurinu. Allt vittlust á öllum helstu slúðumölum. Það er varandi Kurt Russell og Wesley Snipes. Ég var að þenni, ég sá ekkert Kurt Russell nýja Wesley Snipes. Jú, þeir eru Er það bara eitthvað saman? Já, þeir eru að hafa verið að skjóta eitthvað verkefni með þeim báðum og þeir hendur sér í kasínó í New Jersey. En Nicolas Cage, var hann ekkert annað? Ef þau fór í kasínó í New Jersey þá var það bara Atlantic City, það var ekki annars það leift. Já, ég meinti það. Nei, ég er að tala um, hvað sagði ég, Kurt Russell? Nei, ég meinti Nicolas Cage. Já, ég meinti Nicolas Cage. Já, þú veist ekki eins og hvað það segir. Jú, Nicolas Cage. Þessi líðin, hún náður ekki svona ljúinni rétt. Það var slúðurpakki dagsins. Og Wesley Snipes, þeir eru í kasínói og í rúllettunni. Já, ég always bet on black eða. Nei, Wesley segir, hann hólkar á svartan og segir við Cage, always bet on black. Hann hendir það. Nei, veitu, og setur fullt á það og Cage horfir tilbaka og segir, sorry boss, but there's only 2 men I trust. Þetta blanda þessu saman. One of them is me, the other's not you. Og hann setur á rauða. Þetta var slúðurpakki dagsins. Herru, maður segja eitthvað datt. Maður ekki segja eitthvað datt. Öllum saman. Datt 0. Það er risapottur upp á 200 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Þú getur alveg grætt þótt liðið þitt tapi. 1x2 í tippum. Púlsmælar iStore, sérverslun með Apple vörur í Kringlunni. PlayStation 4 kynni. Jimmy Carr snýr aftur til Íslands vegna fjölda áskorana með splunkunýja sýningu Funny Business. Well, let's crack on, shall we? Síðast seldust 4 sýningar upp á skotstundu og miklu færri komust aðeim vildi. Og nú fer hann líka til Akureyrar, 4. mars í Hofi og 7. mars í Hörpu. Miðasala er hafin á tix.is. Sem Hvernig væri að koma við og taka burger, rif eða kjúklingavængi beint í bílinn. Dirty Burger and Ribs. Snjórinn fellur í kvöld klukkan 20:59 á Lebowski bar. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Við erum alltaf í leiðinni. Sólbaðstofan Smart, Grensásvegi, sími 533 33 50. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Föstudagar eru pizzadagar. 3 fyrir 2 af pizzabotnum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Are you ready? Pantaðu pizzuna þína núna á pizzan.is. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það held ég, elsku vinir, þeirra hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi June, Egill Gils Einarsson og Auðun No Cash Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudegi. Þá er það No Cash er ekki skárra en Cash. Já, ég gerði þetta fyrir þig. Ég veit, þú vilt ekki vera kallaður Cash. Það er alls ekki skárra, sko. En verður það bara kallaður No Cash? Nei, getum við ekki bara sleppt öllu sem að tengist Cash þegar ekki mér á namninu? Þú vilt frekar hafa Auðun og seðlabúntið, evrubúntið, en ekki evrubúntið með vængina. Ég vil að vera bara með Auðun. Evrubúntið með vængina, það er náttúrulega No Cash. Það er Cash er að fljúa til. Já, það flýgur í burtu, já. Það gerir það alltaf fyrir rest. Hlakka til að fara í emoji-kennslun aftur. Já, en talandi Cash, að þá er komin tíma á dagskjölu sem heitir Kortmyndur frekar. Yes. En ég er með skemmtilegt tvist í dag. Ég var í einhverju þannig skapi og þegar ég var að semja þessar spurningar að 7. nóvember og ég hugsaði með mér, herðu, okkur ekki að blanda þessu saman. Þetta er Kortmyndur frekar og myndur fyrir Cash. Og drögglaður. Það er 2 og 2. Wow, crazy. Já, og ég byrjaði í Kortmyndur frekar. Ok. Kortmyndur frekar vilja fá ofurhetju krafta. Þannig að þið værið þá bara eins og Batman eða Superman eða Spiderman. Batman er ekki ofurhetju krafta. Nei, ok, sorry. Það er bara ríku gæi í liðubúr. Hann og Nóa Cash, að nóg til. Þess vegna kaupir að sjálf drastli sem hann á. Ok, fyrirgefi. Þú og Batman. Þú getið, akkur kvöldur ekki Batman. Þú þarf að kalla Batman. Ef þið mættu, þið myndu fá svona kraft eins og Spiderman og Superman. Já, þannig
þannig að þið fengið svona ofurhetjukrafta en þið þyrftu alltaf að mæta þegar það væri eitthvað að í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu. Já. Hvort myndu þið vilja fá hæfileikunum alltaf þurfa að mæta þegar það er eitthvað að eða bara sleppa því? En þú veist, ok, þegar er eitthvað að, erum við þá að tala þegar einhverju gæri að ræna banka? Já, þá ert þú mættur. Já, þá mæti maður. Það gerist einu svona 10 ára frest. Já, en þú veist, við erum ekki að fara að mæta bara ef einhver er ykkur staðar í ykkur skúmaskoti að míga úti eða brjóta glerflöskur eða henda út á pub. Slagsmál og eitthvað svona. Ég meina, það eru 2 gæjar sem gefa okkur öðrum einn á snúðin. Eru við að fara að mæta þarna með einhverju skikkel og staðir? Það nú bara asnalegt. Það við mættur þetta, það er búið að stoppa þetta við löngu og við getum ekki. Þú þurftir að vera mættur. Það er asnalegt. Annarkort með skikki eða í Spiderman-búlið. Ef slagsmálinn endast lengur en 1,5 mínúta, þá getum við mætt, eða einhver tekur upp vopn, við erum alltaf mætti strax. Ok, alltaf, og líka ef það eru verið að selja eiturlyf og svona. Það er að vera mættur. Það er ekki þetta að vera. En Superman þá þarf það að mæta. Hann er ekkert að standa í því í myndunum að stoppa ykkur. En það býr Superman ekki í Reykjavík. Heldur að sé einhver á korneru að henda út ykkur smá drasli og heldur að hann sé bara mættur þar að raskja það. Nei, þú þyrftir að gera það. Og svo er annað í þessu, það mun allir vita að þið eru Batman eða Superman eða það er náttúrulega, það er algjör sko að það veit enginn að Superman sé Superman. Ok, það veit enginn hann er með frábært gerfi, það setur á sig gleru og veit enginn eitt. Þyrftu að vera með gleru? Nei, ég notar enda gleru. Sko, þessi stuða með þetta koncept er að stundum vil ég bara geta leið upp í sófa og gert ekki raskat svona 3-4 klukkutíma. With great power comes great responsibility. Þannig að þú þyrftir að vera mættur. En þegar þú ert upp í sófa, hefur ekki lendi í bara, hvað er fjallinn? Finnur ekki fjastringuna? Ertu ykkur vissinni, þar kannski náður eitthvað að drekka, þar getur þú bara svona, bara hendi, þú lætur að koma til þig með hugarorkunni, eða ert bara í eina sekúnd bara skýstanga. Ert að lenda út í því að þú ert að spyrja sjálf hvað er fjallinn? Nei, þú veist, ég er bara oft lendi í hvað er fjallinn. Það er einhver tekið fjallan heima, það er alltaf, þú veist. Kallar er fjastringuna heima, það er fjallinn. Það er alltaf mikið líf í húsinu, það er alltaf einhver. Nei, ég hef oft fundið bara fjastringuna og þú veist, dótakassa inn í herbyggi á dóttinni. Maður er að leita, ég leita fjastringunni oft, sko. Það er ömulegt og ég leita öllu, veistu það? Við erum ekki að þetta í sótumæðinu, það svar. Heima hjá mér, þetta er bara að segja reitt. Heima hjá mér, það eina sem ég gera heima hjá mér er að leita hlutum. Ok. Fyrir utan útlíkir PlayStation. Og spila PlayStation. Farðu að leita klukku þá líka. Ég ætla að segja nei. Þú segir nei, þú myndi vilja sleppa að vera með geta flogið. Ég er á miðri æfingu, taka hrikalega brjóskassa með félurum og tala um eitthvað skemmtilegt topic. Sérna ég þarf að fara, akkurru. Það verður slagsmálinn í bæ. Þú mátt alltaf að segja, sko, þú þarft ekki alltaf að vera með lígi. Það er Spiderman, það takkir með kortir að fara á okkur, hann getur ekki flóið, sko. Það vantar háísin hérna náttúrulega. Þú getur klemtið það á turninni. Þú væri náttúrulega ekki að hangja ræktilega og verið Superman, sko. Nei, það fannst þess ekki. Heldur að vera gaman fyrir þig að vera að taka einhver 80-90 í bekk. 2 tonn í bekk. Já, þú fyrir lett með það. Herðu, ok, ég ætla að segja já. Ég ætla að segja já. Þú segir já og ég segir nei. Þannig að ef að lesin í bænum þá verður Steindi mættur. Nei, málið það, ég held að tækja. En ef þú ert í Destiny eða Call of Duty nýja leiknum og þú ert í miðjum missjóni og það var að berja einhvern alveg í drast það er vissulega hvað ætlar að gera? Ég hlýta eiga mína veikindu daga sem ofur. Nei, þú fær ekki veikindu daga sem ofurhund. Það hlýtur að mig að berja 1-2 náanga ánum án þess að ég mæti. Stundum hafa menn gott að ég að fá einn á snúðin. Og ljótt að segja líka áður að þú tekur að þér að vera ofurhund þá þarfst þú aðeins að fara að minka KFC. Þú ert ekki svona í ofurhundibúning. Nei, það væri ekki gott. En málið það, já, ég held að ég væri ofurheit í 1 ár þá væri ég bara búin að clean up the city. Já, kannski. Það væri bara komin, það væri allt í orden. Það væri ekkert kallað hérna. Þannig að þú segir já og Egil segir nei. Þá fyrir við myndir fyrir cash. Ok, wow. Og þú veist, tvist var þetta. Já, núna spyr ég ykkur, ef þið fengið 500.000 eða $500.000 fyrir hvern etrum mánuð sem myndi taka í röð, svo var það búið, skiluru, hvað myndi taka marga mánuð í röð? Maður myndi pottet henda sér á 2 mánuð eða eitthvað. 2 mánuð? Ertu eitthvað veikur? 2 mánuð? Er það of lítið eða? Of lítið? Þú fengið $1.000.000 þá? Hvað? Þetta fýblast eða? Myndur þetta taka 2? Ég bara hendi fram ég hendi fram svari. Ég var ekki búin að hugsa þetta í kortir, sko. Egil, hvað myndur þú taka? Mér dætti hugga sér 2-3 ár. Já, ok, betur, herru, ég ætla bara að endur hugsa mitt svar. Ég ætla bara að skoða þetta aftur og svara. Nei, þú sagði 2 mánuði, þú fór ekki $1.000.000. Ég þarf að fá endur hugsa þetta, ég bara hendi fram fyrir 1 ár fengir 6 milljónir. Já, ég held bara að það væri bara eðlilegt að henda sig kannski 2 mánuða bara engi bjóri 2 mánuði.
Jésús almáttur, það maður skýt á sig hérna. Þannig að Egil segir 2 ár, þannig að Egil, þú fær 12 milljónir, en Steindi, hann að þrauki 2 mánuð og fær 1 milljón. Ég myndi Þú sagði 2 mánuð. Já, ég skeita með það. Þá það næsta, hvort myndið frekar borða úr ykkur hórið eða borða úr ykkur eyrnamerkin? Új, barasta, þetta ógeðsleg spurning. Hún hressandi. Ég sá einu sinni, ég var í Kringlunni og ég ekki að tjóka ykkur nú er þetta bara alveg til sönn saga. Ég sá konu geta stýru þannig á sér. Jú, hún var að fikta svona í auganu og setti puttan upp sér. Það var ógeðslegt. Ég myndi samt fyrir ekki að taka það heldur en eyrnamerk held ég. Ég þetta stýrur? En sko, þú getur oft hór, þú ræskjaði og eitthvað og kemur hór. Ég ætti vel að segja þetta eitthvað um mig. Nei. Þú getur oft hór, já, takk. Sumir finnst ógeðslegt að klína hór einhvers, þannig að þeir geta það frekar. Það eru á margir sem eru bara, ok, með hóra puttanum, ég ætla frekar bara að geta þetta. En að klína þessi bílinn. Ógeðslega valmöguleg. Ég það svartnengir. Mér veist, er þetta með einhver ógeðslegt pæling bara? Ég get hór, takk. Er til eitthvað, er einhver með eyrnamerk? Er þetta ekki bara... Prófaðu þetta, bara svona upp á flippi. Taktu smá eyrnamerk og geta það. Þú veist, maður er ekkert með eyrnamerk. Hversu mikið eyrnamerk þarf maður, veist? Ég held að sé ekkert margir með bara fullt af eyrnamerk. Hvort tekur þú? Þú hefur alveg komið eyrnamerkur og eyrón maður, ekki? Ég ætla að taka hórið. Takk í báður hórið? Já. Sammála hana félagarnir. Já, það er spurning hvað hlustendur myndi gera. Það er fyrir eftir líka bara hvort að þetta sé, þú veist, búkemand eða snott. Mjúkt hór eða hart hór. Við þurfum ekki að fara til það. Nei, ég bara spói hvort væri betra. Síðasta spurning dagsins og það myndir fyrir cash, þetta var 2 og 2. Fyrir 2 milljónir íslenska króna myndið aldrei aftur spila tölvuleik. Fyrir 2 milljónir? Já, létti og agli. Ég ætla að henda nei á þetta. Sjokur. Nei, málið er það. Við vitum alveg, þú ert tölvuleik. Ég ætla að fá Call of Duty á morgun. Nei, málið er það er bara, þú veist það er eins og sett að spila bíómynd. Fólk átt að segja á því. Það er ofta að gaggrina menn sem eru kannski, þú veist, eldri en 16 ára að spila töluleiki. Ég er eins og ég myndi alltaf að segja já. Er það? Já, þetta er ekki hægt. 2 milljónir. Þetta var, hvort myndir frekar slags, myndir fyrir cash, voru ég ánægði með þetta twist? Jú, þetta var mjög skemmtilegt twist. Við hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það eru Auðun Blöndal, Steindi Junior og Egill Einarsson sem eru með ykkur þennan föstudaginn, en það fór vonandi ekki fram hjá neinum að í síðustu viku áttu afmæli, við vorum 4 ára. Já. Og síðasta föstudag og það var svo þétt dagskrá að við náðum ekki að setja inn alla dagskráliðin okkar. Nei. Og við náðum ekki að setja inn nýjan tong sem var sérstaklega tekin upp að því að það var afmælisþáttur og vorum að rifja upp gamla karaktera. Akkurat. Þannig að við ætlum bara að spila núna innkomuna með Pétur Jóhanni þegar að hann tók tong. Þannig að við erum bara, sko, það er að fara að byrja að veisla hérna. Förum bara viku aftur í tíma núna og tjekkum á sig. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957, það er 4 ára afmælið og á 4 ára afmælið þá er við hæfið að fá einn mann sem hefur verið með okkur lengi. Það er Pétur Jóhann Sigfússon. Til að hafa mikið með daginn. Já, sömuleiðis. Hvernig hefur það þá? Ég hef bara mjög gott. Nei ekki? Þetta er fljótt að liða maður. Já, 4 ár, þetta var djóks, vá. Þegar á byrjaðir, þú ætlaðir ekki að vera 4 ár. Nei, ég ætlaði að vera í hálft ár. Já. En, svona hefur þetta dreigist. Þú ert samt eini útvarpsmaðurinn sem ég veit sem að heldur endalaust upp á afmælið sitt. Ívar Guðmunds er búinn að vera 25 ár, hann hefur aldrei haldið upp á afmælið sitt á Bylgjunni. Já, þá er kallinn með ykkur hér búinn að vera í 25 ár. Það er afmælisveisla, maður. Það er að því ég er svo mikið afmælisbarn. Og líka svo Þorgeir Ástvaldsson eitthvað, já, 7. árið okkar hér í Reykjavík. Öddi heldur upp á hálfsás afmæli. Ég veit það. Þegar hann er búinn að vera, sko, þú veist, þetta er ekki einu svona afmæliðans. Það er bara hálft ár í afmæliðans og þá fer hann og ringir í vini sín og fer út að geta og gerir eitthvað rugg. Já, svo ringir hann í, sko, mig, sem dæmi. Heyrðu, þú ert afmælið dæmaður? Já, ekki gera eitthvað? Nei. Svo er hann kominn hálftíma seinna bara með svartan leigubíl hann á í mann og þrumaði mann í bláa lónu og út að borða og þá var hann búinn að skipa líka afmælið mitt fyrir mig svo hann geti fengið sér nokkuð. Nei, það er bara gert fyrir þig. Við skulum bara höfum það þannig. Þið vitið, glemdi þið smá stundu, ég siti hérna eða? Nei. Nei, ok, en það er allavega komið að hafa afmælis innslægi og við vorum að spæja review beitt gamlan og góðan vinn okkar sem hefur ekki heisti í mörg ár og það er hann Tong. Pétur, við viljum fá að heyra Tong. You mother pay! Og Tong er einn af vinsalustu liðum hér í FM 95 Blö og hefur ekki verið lengi og þú vilt hvað, ég ringi bara og ætla að reyna bara við eitthvað hótelegi. Það er ferðaþjónustan. Hann er þannig að bara vinna með það. Já, hann er bara að fara að koma með fullt að liði með sér. Veist þú hvað hann heitir fullu nafni, Steindi? Tong. Já, að vita þetta. Tong, Tong Monitor. Já, Tong Monitor. Tong Monitor. Tong Monitor, maður. Tong Monitor. Er Tong Monitor til? Hann er til. Ok, þá fyrir við þetta. Hello. Yes, hello. I want to book a room for next weekend.
No, we are closed now. Yes, it's okay. It's not this weekend. It's next after weekend. Next? It's next weekend. Next weekend? Yes, it's not today. We are closed. So we are March, next year. What? What? I did not understand. We are closed until 1st of March next year. You are closed? Yes. Why? Don't you have a business? You don't want my business? We are closed. Okay, I understand that you don't want my business. You just said to me. It's no problem. If you don't want my business. No. If you are telling me it is closed, but you have a website? Yes. Yes, why do you have a website and now closed? I'm sorry. Thank you for calling. Bye. This is not good. Unacceptable. I will take my business elsewhere. Pítur, ringjum aftur í hann. Ringjum aftur í hann? Já, segðu bara, það skelltist á. Yes. Arnanes, hello. Yes, hello. Is there something wrong with the connection? Oh, I'm sorry. Yes. I'm sorry because I was trying to book a room for you. Yes? Yes, I need the 2 room next weekend. I was telling you I'm closed next weekend. That is not possible. I need the 2 room. You have to look for another guest house or another hotel. No. That's unacceptable. If you have open website, why do you close over winter? You don't want my business? This is my private matters. You don't want my business? No. I have money. I can pay you. Your business. I can pay. Of March next. What is the matter with you? You don't want my money. I'm crazy. Is it because I'm from a different country? Well, please, relax. Is it because I'm from different country? I can take this to paper and to TV station. If you don't want my business. Closed from first. Why do you tell me it is closed but you answer phone? Yes, I answered my phone. Why do you tell me it is closed? I don't need to explain for you. This is my company. I close my company when it suits me, not when it suits you. I'm sorry. I don't understand. No, I don't know why you don't understand. It doesn't matter. The simple thing. How would I have the hotel is closed until 1st of March 2016. But I can pay. It doesn't matter, please. I have money. It is my... Thank you for calling. It is my mother's birthday. Bye-bye. No, wait a moment. Let's not talk about this. I'm sorry if I be rude. Hello? Yes? Yes, I did not mean to be rude. I'm sorry. You are not rude. But my mother has a birthday. And we are going on luxury travel to see volcano and Northern Light. Okay. And we want to just book a one night for 1 room. Okay, so you find another hotel, please. But I can pay. Yes, I know. Why don't you want my business? I don't need to explain to you, please. You don't need to talk more about this. Thank you for calling. Bye-bye. Ég var að byrja eftir að æsa það. Nei, já, ég veit það maður. Steindi var komið með á síma sinni hérna. I suck your dick. Ég er ekki þó, þá er ég kortið mista maður. Já, ringi einu svona. Nei, þetta er góðið, þetta var fínt. Þetta var gamli góði Tong og hann var ekki að skilja. Hann fekk ekki að kista þarna á svo hóteli. Ég var ekki að ringja og spyrja einu sinni. I suck your dick. Það er svo dónalegt, I got a cheeseburger. Það er svo ljótt, maður. I suck peanut for you. Nei, þetta var Tong á þessu 4 ára ammali. Gaman að reyna hann upp. Já, vá, ég var búin að sakna þess. Þetta var æðislegt. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Vertu velkomin með hópinn þinn á Italiano Pizzeria. Bjóðum upp á frábær pizzahlaðborð í okkar glæsilega sal.
Italiano Pizzeria, Hlíðasmára 15, sími 55-12345. Ljúfur ilmurinn lokkar í IKEA. Við bjóðum þér að smakka nýbakaðar smákökur helgina frá klukkan 1 til 5. Jólin þín byrja í IKEA. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Við vorum að opna nýjan og glæsilegan veitingastað við Bláu húsin í Faxafinni. Kíktu við og við tökum vel á móti þér. Fresco. Það í kvöld, já í kvöld sem að jólasnjórinn fellur á dönsku krána klukkan 20:59. Den danske kró. American Bar. Happy hour frá 16 til 19 alla daga. American Bar. Austurstræti. Nýji staðurinn þinn. Notaðir Kia bílar í miklu úrvali með alltaf 7 ára ábyrgð. Kannaðu málið á notaðir.is eða komdu í heimsókn. Askja notaðir bílar. Kletthálsi. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Held ég, elsku ostameistarar og hvítlaugsnoðrar, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Ostameistarar? Það Steindi, Ötti og Egill með ykkur á sem glæsilega föstudegi, bullandi fössar í gangi. Það ég veit ekki strax, ég ætla nú bara að taka tilbaka. Sko, þú veist, jú, það fössari, en hann ekki bullandi. Já, það fössari, þú ætti að fara að fá þér í kvöld? Jú, algjörlega. Ég veistu að ef þú myndir spyrja mig núna, bara, hvernig ertu? Og skalan með 1-10? Nei, bara hvernig hefur það núna? Já. Þá myndi ég hendi í minnlífbúlega ábúlega viðbráð. Já, það ekki? Nei, ég myndi segja ég á pari. Þú ert á pari? Ég á pari. Það mjög gott að vera á pari. Já, það gott. En, já, veistu hvað lag álíka svolítið við þennan november, finnst mér? November Rain með Guns N' Roses. Það alltaf rigning. Það búið rigning allan november. Það alltaf hægt að einmitt. Það alltaf moment fyrir að hendi Gunnaran. Henda Gunnaran á fónum. Ógeðslega gott. Eigum að setja Guns N' Roses eftir þessa innkomu? Aldrei að vita, með við manna. En Egill Einarsson, þú hér stendur í handriti. Ég skil ekki skriftina en ég skil kennsla, þannig að við erum væntanlega að fara í þessa emoji kennsluðina. Hárrétt. Back to school. Hressandi. Mér finnst þetta nefnilega að vera svolítið spennandi. Ég þarf eiginlega. Mér finnst þetta tilgang. Þetta hendi í trailer eða ekki? Jú, það sín. Þú vissir ég að segja? Já, hvað ég þakkláttur fyrir að það sé ekki komið trailer. Sko, ég að spá, fyrir næsta föstudag, það ekki hendi einn. Ég var til að hendi einn. Út af því að ég á svo mikið að köllum eftir. Þetta verður alveg einhver 5-6-7 árið viðbótið sér dagskóli. Nei, hvað verður þetta? Hvernig myndi trailerin ljóma? Neymdroppa í bara skúter og eitthvað og svo bara emoji. Sandstorm, skúter og svo hendi inn brófaskall. En byrja það. Sko Herri, má ég spyrja það einu áður fyrir kennsluna. Þegar ég sá hérna á Twitterinu hjá þér daginn, þegar þú ert að tala um mig á Steinda, Steindi sígaretta og ég brosandi kúkur. Það þannig sem þú talar um, það við? Já, misti ég af einhver þegar ég var ekki það emoji tákninni. Já, glemdu því. Bara strax í dag. Ég vöðað miklu handleikurinn. Já, oi, hvað er ósangjarnt? Og Rikki mynda kleinurring. Akkurat. Ég að finna, þetta að fæðast eitthvað neðin svona, þetta brosandi kúkur, blöð. Það alveg saman hvað sem brosandi ekki. Og vilt þú bara vera sígaretta? Ég alltaf ekki brosandi kúkur. Nei, þá tæk ég frekar sígarettur. Þú ættir eiginlega að vera fleigur. En ég er með rosalega fréttir með emoji-kastinu. Apple var að keyra inn glænýja emoji-kalla núna, bara nokkuð dögum. Ertu með glænýja kalla í dag? Allir þrír eru nýjustu uppfærslunum á Apple. En þá getur ekki hjálpa fólki að veit ekki hvað kallar þetta er. Það ert ekki að vera með emoji-kalla sem við konumst við. Nei, það er allir búinir að... Mitt kæra rassandlit. Þessir emoji-kallar eru komnir inn í síman þinn og allstað. Þú ekki tekið eftir þeim. Gerðum reitgreiða. Bara í lífunu, Egill. Aldrei aftur kalla mig þitt kæra rassandlit. Það er ekki mikið sem ég byrði um í þessu lífi. Breytta þig. Emoji-kallin er alltaf brosandi kúkur. Og hættu því líka. Ég fylgist alltaf spenntur með uppfærslunni á Apple. Hvað emoji-kallar þetta? Þetta til dæmis er pilsa núna. Þú getur sett mynd af pilsu í brauði. Það er glænýtt. Ég er ekki að vera fjallið við það. Hvernig nota maður það? Já, þú veit, ég fer yfir það sem. Mér finnst það hljóma eins og við varum að fara í ótar sem var ekki fyrir það. 3 geggjaðar breytingar. Apple vægast sagt voru að gera frábær hluti og nú kannski hellingar leiður nýjir kallar, hvernig það nota þetta því að málið ef þú ert ekki snöggur að pikka upp nýju kallana þá verður valtað yfir þig. Ég nota ekki þessum kallum. Blöð, ef þú ert ekki að nota nýju kallana þá farið ekkert action í setupbyggjum, ekki neitt. Feskur, góður. Og því að
Þú þarft að vera á tánum Hverjir eru nýju kallarnir? Já, ég skal byrja á fyrsta. Þetta 3 kallar í dag. Það komin kampænsflaskin. Ok. Hvað ég búin að bíða lengi eftir kampænsflaskin? Ég er búin að senda Apple líka svona 400 e-mail. Fyrstu 3-4. Hvað kampænsflaskin? Að byrja kampænsflaskin? Já, þegar þú getur bara sendt bjór, hvítt, rautt og kokteil. Og þú veist, og það er bara fárlegt. Því að ef ég til dæmis ég alltaf að senda bjóra þriðjudegi út bara með félagunum þeir í bænum, þeir í pílu þeir fókum nokkuð bjóra, þá er ekki kampænsflaskan. En af og til, eins og ef ég er kannski ef ég er á snekkju til dæmis. Þú ert aldrei á snekkju? Nei, ef ég er á snekkju, ég kannski að taka selfie ég er að setja það á Insta þá var aðstæðan að setja mynd af bjór núna setja mynd af kampænsflaskunum. En hvenær ertu að fara að vera á snekkjunni? Og það er enginn að fara að nota þessa kampænsflasku. Eins og ég var í Monte Carlo eins og ég rúlaði þannig þá og þá hefur verið fullkomið tækifæri að setja nota kampænsflasku. Ok, það nota að setja kampænsflasku þú út á snekkju. Nei, út að nota það þegar það er eitthvað sérstakt tilefni þú ert með öllum bestu vinuðunum þið eru að fara að flaska þetta upp þið eru að fara að fá okkur flöskubor það er allt í gangi kampænsflaskan. Hún er spari þegar þú hendir henni þá veit allir út all-in ekki bjór eða hvíta rautt af kokteilin að maður bara nota kampænsflaskuna þegar það er eitthvað rosalegt í gangi eins og hefðu við átt að setja það þegar þú áttum ammali. Já, kampænsflaskan þá nú átti niður ekki koma þetta er spari emoji. Broskallinn sem er með dollaramerki í staðin fyrir augu og dollaratungu, hafið séð það? Nei, þetta er nýrkall. Hann er með dollaramerki í augunum og hann er með tungun úti og það er dollaramerki á tunguna. Það verður fattuð myndir að opna síman ykkur og skoða þetta því að það er rosalega gott að þið væri á tánum og ég er að opna síman hjá mig núna. Ég hef aldrei séð hann, ok, hvað með þann kall? Frábær viðbót í mótisafni. Ég grét næstu því ég sá hann út af því ég hef oft hugsað, hann vantar hún kall. Býttu, ég er ekki að finna hann hjá mig til dæmis. Jú, þú ert með all lóður bara segðu okkur bara ég bara málið að pyrra stendi hann er að kalla mig lígar. Nei, ég sko er að reyna að finna hann. Ég var kannski eftir að uppdita. Nei, bara, býtu bara ég held reyndar ég eftir að uppdita síman. Nei, þetta er bara sérskap sínaðar. Ekki fyrir að tefja þessa kennslu hérna, Steindi. Hann er ekkert að tefja. Hann grét hennar sá kallinn. Niður í vinstra megin. Já, þetta ég er ekki með hann hjá mér sko. Það áttu bara eftir að uppfara síma. Jú, hann er hérna hjá mér. Já, sko, út með það, grænt svona með græna tungu. Hei, mér finnst flottur kallinn þetta sem að emoji-kallinn, hann er með svona puttan og er svona hugsa. Já, hann er líka nýr. Hann er geggjær. Herru, hérna er einn með 2 augu en engan munn. Hvað er það? Sko, það eru nokkur, það var bætt ykkur 30 ykkur. Það komið líka einhver gæði með framtennur og gleru. Já, gleru, hún nördakall. Sko, málið er, þetta er frábæra viðbættur. En málið er með broskalli með dollaramerkið. Sko, ef þú ert gælla sem elskar cash eða gæi sem elskar cash. Hætt að segja gælla og gæi. Þú er að hætta að tala um gællur og gæi. Ég hef ekki heyrt neitt tala um stelpur sem gællu öðruglega í svona 16 ár. Já, og ekki heldur gæja. Og bara þú ert 35 ára eitt. Nennur að munna það fyrir okkur. Ég var kannski 8. bekk eitthvað þegar einhver kom og hei, það var eitthvað gælla að byrja í bekknum. Ég hef ekki heyrt þetta síðan. Hvað gæi er þetta? En hvernig notar maður þetta? Ok, sko, ef þú ert til dæmis afsakið gælla eða gæi sem elskar cash það er líka leið sem held líka gællum og gæi sem elskar cash og þú farið matcha á Tinder til dæmis sem hún byrjar þetta bara solid sem klikkar allt öllukallin byrjar að opna á því farið svo tilbaka þennan kall og ekki neitt orð með og þýðir þetta bara ok, hún er rosa flottur ég er ekki að fara að eyða 1 sekundi því þið bútið átt ekki cash. Þýðir þetta það? Já, þetta þýðir bara þú veist, ég elskar cash, mér finnst þú ekki flottur og allt það, en þú ert ekki með seðlabótt í vasanum, farða eitthvað annað. Ég er ekki að vera leiðalur. Þetta er léleg kennsla. Hvað er síðast? Þetta er svo skrið. Til að nota þetta. Ok, maður spyrir einu, hvaða manneska í heiminum myndi hugsa þannig? Þetta er þessi kennslæðin alltaf að verða. Það er ekkert allir með pening á heilanum allan dag. Sko, þetta er emoji-kall með dollaramerki í augunum. Það segir sjálft að þessi emoji-kall elskar cash. Ég held þú verður kannski meira að tala um bara svona það meira dollaramerki í tungunum. Já, þú myndir, þú veist, vinna í lottó. Já, er þetta ekki freka þannig, ég var að vinna. Eða þú ert kannski, heyrðu, ok, ég er kemst ekki út í kvöld. Nei, ég geta ekki, ég er að vinna. Þú veist, ég er að taka auka vakt og er að vinna í nótt en sendi svo þennan, ég fæ cash. Já, eða bara, ertu ekki fjandi, ég var að fá útborga, setja þennan kall. Já, það er svo margt annað sem þú hefði getað hendi í. En blú, opnaði símaðan aftur og þú ætti að tjekka á kallinum. Sérðu hérna fílukallin sem er með rassamæli í munnunum. Er það Ásgeir Kolbeins? Sérðu hann hana? Já, ég sé hann. Hann er með rassamæli í munnunum. Og hérna, þessi kall geggjuð viðbót. Hvenær notar hann? Sérðu þetta sína steindi sér hann í miðjunni uppi. Já, hann er að borða rassamæli. Og sko, þegar það Tinder fíklaðan úti
þá er þetta eitthvað besta viðbót sem þú gast fengi. Er þetta ekki bara sett veikur eða? Nei, Jesús viti. Hvað er það að setja, ef þú sendir þennan, ef þú ert veikur og sendir þennan á okkur á konu, þá getur bara farið skilísbelti, þú ert ekki að vera að gera niður þau aftur. Nú, hvað átt að gera við hennar? Málið ef þú líst fáránlega vel á gellu. Hætt að segja gælla. Við getum ekki tala gællur. Hætt að segja gælla og hætt að segja gæja. Við getum alls ekki tala gæja og gællur. Bara stelp og strákar. Ok, segjum þú Tinder og þú sér eitthvað stelp og sér bara mjög vel á 8-9, sér reyna bara 10, bara goddammit gump, hvað er að gera sérna. Það sem þú gerir þá, þú getur byrjað bara, þú getur alltaf redda á rullukallinum og þú getur líka redda á rullublikkallinum, en þessi kall tekur þetta svolítið á næsta level. Því að ef þú setur í þetta er algjört spari. Þú mátt bara nota þennan kall sem einu sem 2-3 mánuða fresti kannski. Hvernig getur þessi kall annað verið en bara þessi veikur? Þetta er maður með rassamæli. Já, þetta er ógeðslega steikt. Nei, þú setur bara þennan kall og það sem það þýðir að, þú veist, þú ert það heit, ég kom með hita. Herru, ég byrst afsökun á þessari emoji kjenslu og segi mig þá að fyrir mig ekki bara korkan. Þetta er bara komið gott. Já, viðbjöð. Aldrei mun ég nota þennan kall, aldrei eftir þetta. Sólstafir í Hörpu föstudaginn 13. nóvember. Fyrstu tónleikar á vegum sveitarinnar hér á landi síðan 2011. Hinn magnaða plata Ótta verður flutt í heilsinni í bland við eldra efni. Miðasala á tix.is og harpa.is. Coca-Cola er stoltur styrktaraðili íslenskar tónlistar. Það er í kvöld, já í kvöld, sem að jólasnjórinn fellur á dönsku krána klukkan 20:59. Den danske kró. Eitt svellkaldur á krana og eldbökuð baka. Ótrúlega gott saman. Íslenska flatbakan, Bæjarlind 2. Flatbakan.is. Ætlar að vera á túttunum í allan vetur? Hélt ekki. Komdu með bílinn í umfelgun. Við eigum ný dekk fyrir þig á frábæru verði. Hjólbarðavegstaði bílabúðar Benna Tangarhöfða, Nesdekk Grjóthálsi, Fiskislóð og í Reykjanesbæ og nú líka Nesdekk, Nýbarði, Lynghvási 8, Garðabæ. Snjórinn fellur í kvöld klukkan 20:59 á B5. 2 í takinu, 2 í tacoinu. Taco, Serrano, Fresh, Happy, Max. Happy hour frá 9 til 12. Allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blöð. Þið eru að hlusta á FM 957. Klukkan er ekki hugmynd klukkan er, en með ykkur í dag er Auðun Blöndal og Steindór Hróar og Egill Einarsson. Þvílík innkoma maður. Skættir. Glæsilegt. Var ekki með klukkur frammi? Nei, en það er hins vegar komið af dagskrárlið sem er virtasti dagskrárlið þáttarins. Einu dagskrárliðin sem kennir eitthvað. Stuðlag. Annað en þessi emoji kensla og það eru sturlaða staðreyndir. Já. Þar er fólk actually að læra. Og eru þær sturlaðar í dag? Það eru bara flottar, þó ég segi sjálfur frá. Það er svona, já, nett styrlaðar og nett skemmtilega bara. Ok. Ég sakna alltaf dálítið þegar þú varst með eina fake. Já, ég veit. Þú ert að segja mér þetta í dag, það hefði ég verið með eina fake. Ekki málið, þú bara vilt gera það bara næst. Já, ok, ég skal vera með eina fake í dag. Eða það? Já. Ertu með henni í húsnum? Já, ég skal bara setja inn eina fake. Ok. Og bara, og við og hlustendur eigum að reyna að spotta þessa fake úr alvöru. Já, til. Ok. Fyrsta styrlaða staðarinn dagsins. Rottur vilja frekar þögn þegar þeir eru edrú en vilja hlusta á jazz þegar þeir fá kókain. Bittu nú við. Rottur. Já, rottur. Ertu strax að hendi fake? Nei, þetta er vist eitthvað sem við bara búið að prófa. Búið að prófa að gefa rottum kók. Já, það kemur nú ekki öllum óvart. Þú veist, það þarf að aðtuga náttúrulega bara, ég skil það, en það er búið að leifa að hlusta jazz og það er verið að trilltar. Já, það er, rottur vilja hlusta á jazz á kókaini. En hvað vilja gera þegar blá edrú? Það vilja bara þögn. Ég er nú haldið að þetta vilja eitthvað annað en jazz. Já, skrítið. Jazz er svolítið bara svona. En það er bara hassa sig. En það er hassa sig upp. Það bara stóð ekki. Það myndi borðið á Space Cake, þá myndi það vilja, þá getur það kannski vilja jazz, en ég... Já, það sangan sturluðu staðrættu. En epilu? Hvað gerir það að fá epilu? Ég er ekki með eitthvað, dópseðil fyrir rottur og hvað er að gera. Þetta var bara það sem ég las hérna. Það er til að bara gott reif og hún hendur þessi epilu. Til að bara sjá rottu á 5-6 brennum eitthvað starf og reif. Já, það
er einmitt hérna næsta sturla staðurinn dagsins. Rottu vilja klæða sig í hvítan joggingalla þegar það fara á reif á e-pilluna, eða hvað það? Svo næsta. Þegar að kolkrabbar stunda kynlíf þá rýfur karlkyns kolkrabbin handlegg af sér sem er líka tippið á honum, kemur því fyrir hjá kvenkyns kolkrabbanum, syndir svo í burtu og deyr. Við þurfum að stoppa þess þarna. Já, þannig að basically þegar karlkyns kolkrabbi þegar hann stundar kynlíf þá er hann að drepa sig. Hann tekur hans til tippið. Já, kemur því fyrir til þess að fjölga sér. Já, hann þarf það þarf ekki engar hreyfingar þarna, það er bara að koma þig fyrir. Já, og svo syndir hann og deyr. Og hann deyr. Já. Ok, þetta er ótrúlega eru þeir þá vilja þeir þetta? Þetta er slæmið dýl fyrir gæjan sko. Já, mjög svo, þannig að þegar hann ætlar að fjölga sér þá er hann basically að kveðja sko. Já, hann byrði bara að helsa. Rífur af sig handlegg bara. Já, sem er líka tippið. Og já, þetta er, mér finnst þetta bara leiðinda dýl fyrir karlkyns kolkrabban sko. Mig grunar að þessi getur verið feik. Nei, ég myndi ekki vera með svona nei, ok, ég ætla ekki að segja neitt. Nei. Þú heldur bara allar séu feik. Mér finnst þetta allt vera svolítið meira bjöður í dag. Þú getur, það er hægt að leigja krakka í Japan. Já. Þú getur komið með krakka í afmælisveislur og oft ekki. Hvað er þetta að segja? Þetta tala um að maður getur bara hoppa át í búð og náð sér einn 9 ára strák og fara með hann í barnaafmæli. Af hverju vilt þú fara í barnaafmæli? Veitu, ég skil ekki neitt í þessu. Nei, þetta er Þú vilt ekki mæta einn í barnaafmæli og leigir þau bara krakka. Af hverju er þið boðið í barnaafmæli ef þú átt ekki barn? Mér er oft boðið í barnaafmæli. Já, ég er að segja, þú bauðst mér í barnaafmæli hjá Ronny daginn. Já, ok. Ég mætti ekki með neitt krakka, kannski vildi ég ekki vera svo fíblið sem ég var þarna og hefði viljað koma með eitt lánskrakka. Já, en ef einhver spyrði, já, ok, og hvað er þinn orðinn gamall og það myndi ég segja, ég bara veit það ekki, ég var að leigja hann. Já, er það ekki skrítið? Þú þyrftir að vera með einhverja sögu með þessu. Þú veist, já, við félagarnir, við erum búin að vera sperralega mikið og það er líka hagalegt að segja og sett búin að leigja krakka. Já, þetta er alveg, það er enginn að þessu. Ég held að þetta er góð viðskiptahugmynd. Þetta er ekki til á Íslandi. Go figure. Mér finnst allt í lagi að leigja sér date fyrir eitthvað kvöld. Bara svona að leigja mannesku. Eskort bara svona eskort til þess. Nei, alls ekki þannig. Ekkert kynferðislegt. Þú vilt innlega eskorti hérna. Nei, ekkert kynferðislegt. Ég meina bara Reykjavík eitthvað þannig. Steinþórsson svarar. Það er ekki hægt að tala við ykkur. Eskorti Reykjavík, Steinþórsson svarar. Ég var að meina að þú getur sem sagt leigt mannesku til að fara með þér. Ekkert kynferðislegt. Til að fara með þér í einhverju erfiða veislur til að sitja með þér. Það er hægt í Japan líka. Já, spjalla bara við þig svo þú sért ekki einn eða eitthvað og svo bara bless. Það er líka hægt í Japan, bæði konur og kallar. Já, þeir farið alltaf beint að hendi sig eitthvað allt annað. Nei, við varum bara að spyrja hvort þú var að tala um eskort. Já, ég var ekki, alls ekki. Jú. Nei. Það er mikill munur á eskort og hinu, sko. Hvað segirðu? Þú varst basically að tala bara um eskort, bara fylgdarsvein eða fylgdakonu. Já, alltaf ekki. Fyrir hverja manneski í heiminum eru 1.000.000 maurar og það er til fólk sem trúir að einn daginn munu maurar stjórna heiminn. Að þeir taka yfir? Já. Og það er ekki eitthvað ólíklegt það. Og þetta er bara alvarleg hræðsla hjá fólk. Já, en að það verða super greindir allt í henni. Já, ég meina það er að fyrir hverja manneski eru 1.000.000 maurar. Já. Og það myndi líka byrja að stækka bara. En ef þið myndi byrja að stækka ónýrðat og vera greindir, þá er þetta bara alveg áhugjefni. Ert þú að verða sem sagt einn af þessum sem hefur áhugjur af því að maurar taki yfir heiminn? Ég hef ekkert stóra áhugjur af því, en ég mun eflaust aðeins hugsa um þetta á kottanum í kvöldi. Hvort er líklegra að maurar taki yfir heiminn eða Róar Steindórsson opnið Reykjavík Escort? Mér finnst nú líklegra að maurar taki yfir heiminn, en já, mér finnst það, ég verð að viðkynna það. Það er ekki að segja mér að öllum þessum, þú veist, endalausa, það eru ekki til tala, ég get ekki sem reynd að kasta hann á tölu, hvað er margir maurar? Nei, er ekki, sko, Reykjavík Escort.is laust fyrir þetta. Nei, ég er ágættur með það, Lén, það má vera. En þá er ég líka að tala um bara eins og þú, það sem þú ert að tala um að leigja fyrir fólk sem er komið í partí og svona, ég er ekki að tala um dört í dæmi. En eru ekki að tala um það, að þetta eru svo margir maurar? Þú ert fyrir ekki að tala um maurun heldur Reykjavík Escort. Ég bara spáði hvort það sé ekki einn maur af þessum maurum sem er nú bara ágætlega greindur. Hann bara getur ekkert gert mikið, hann er bara maur, en hann veit alveg svona, hann veit hvað þarf að gera til að ná yfir á. Já, hann er byrjað að vinna í því. Hefur ekki að hafa þannig? Jú, skemmtilegra. Kemur ekkert orð. Skemmtilegra að trúa á svona. Meðal kaffidrykkjumaður eyðir 140.000 krónum á ári í kaffi. Hvað, 40.000? 140.000, já.
En reykingamaður, hvað hann á ári? Ég þarf að finna þá staðrind bara, það slatti. Já, það alveg slatti. Það sko, reykingamaður, ég held hans ég að eyða, meðal reykingamaður eyða held ég 350.000 á ári. Sko, þetta er við einhver starfræði, þú tekur pakk á dag, stendið ekki? 2? Nei, ég tek ekki 2 pakk á dag. Hvað kostar pakkinn? Hann kostar 1200. Já, 400.000, ég var með þetta rétt. Þannig að stendið, þú bæðið drekku kaffi 438, þetta er 500.000 hjá þér á ári. Já, svo drekku stendið líka mikið kaffi. Þú ert í 700.000. Ég drekk ekki mikið kaffi. Nei, ég fæ mig kaffi bara svona ef það er must. Ef ég bara vakna og ég er rosalega þreyttur og illa sofin, þá fæ mig kaffi. Kannski 20 skall þar, þessi yfir árið. Hvað er stendið í réttu séru? Síðan áfengið, hvað ætli þessu að fara það? Það er bara þetta að reikna mitt lífverdi. Það er rosalegt. Það er rosalegt, nei. Áfengi hýttur allan 1,5 milljón ári. 1,5 milljón ári í áfengi? Nei, það heldur nú alls ekki. Alls ekki. Já, það er öllu flöskunum og ruglið. Öllu flöskunum? Ég ætla að kaupa ykkur flöskur. Herru, þetta er bara orðið vitleysa. Eins og ég segi eitthvað aftur. Ég er bara heima hjá mér allar helga slagur. Með að við útreikningarna þína, Egill, bara svo sem þetta er rétt, ef við tökum kaffidrykkjuna, reykingarnar og áfengi inn hjá Steinda, þá er þetta 2 milljón ári. Já, meira en það mér. Vil ekki henda skyndibittarna á þinn líka, við skulum byrja. Já, keiri lúuna, þá sé lúuna. Það er slætti líka. Þá er sé lúuna, það er líka fullt að dóta það er metro og bítu skítu og ég er að eða peningum út allan bæ, sko. Það halda þessu landi gáð. Ég fyrir að reikna þetta allt út. Það tækir bara það þáttinn. En öllu ganni sleftu, Steindi, heldur þú sért ekki að eða allavega 1 milljón ári í áfengi? Nei, það held ég alls ekki. Með leigubílum og öllu kjartaðinum. Þú byrðið í Mosum. Kannski með leigubílum. Næsta störðlega staðrind. iPhone 6 seldist í 13 milljón myndakna fyrstu 3 dagana í sölu sem er með til Apple. 13 milljónir á 3 dögum. Samt eiga allir iPhone. Já. Okkur á ég ekki í Apple. Þá mættu þið kalla mig cash. Strákar, málið það að fólk er alveg störðla. Það verður alltaf að fá, sko, að þú átt næst nýjasta síman. Ég þekki, það eru mjög margir í kringum mig sem eiga nýjasta iPhone-in en munu fá sér ennýri iPhone leið og hann kemur. Það er bara vitt. 100%. En nú áttu 6S, þú að fara þá í 7. Ég skipta ekki druglega fyrir að koma í 7S eða 8, sko. Já, sko, það er alltaf þvílík veistla, alltaf í september kemur nýra iPhone. Nú, ok, ég vissi það ekki eins og. Alltaf veistla, alltaf september. Ég vissi það ekki. Það er 7 næst. Svo er það næsta, Beethoven kendi bara ótrúlega hæfileikaríkum píanóleikurum og sætum stelpum á píanó. Hann var víst kennari, píanókennari. Já. Þannig að ef þú ætlar að fá kennslu á Beethoven á sínum tíma þá þurftur annarkvort að vera með ótrúlega hæfileika eða vera sæt stelpa. En ef ég er ófrí stelpa og hvað er Beethoven, góðan daginn, ég áhuga að læra píanó hjá þér. Já, og ert ekki góðu fyrir? Nei, ég er bara ófríðu kannmaður. Já, glemdi. Heyrður ekki hvað ég sagði það? Hvað segir hann? Þú veist hvernig orðaði hann bara við, hvað sagði hann? Þú ert ekki svona heimskur. Ég bara hvernig orðaði þetta við greið stelpunar sem sótt og hvað myndi að segja við stelpunar sem væri Ég ætla hann að ekki bara sagst vera busy eða eitthvað, ég veit það ekki. Það eru næsta. Og hvernig skilgrið hann, þú veist, hvað var ljótur kvenmaður? Hvað veit ég það, maður? Hvað er það eitthvað ruglaðir? Hvernig leit hún út eiginlega? Þú veist, það var bara Ég veit ekki eins og hvernig Beethoven var uppi, sko. Ég heldur kannski að væri búin að googla þetta eitthvað. Ég bara las þetta. Það eru 2 réttir. Riki G myndum ekki fá að fara í píanókenslu hjá Beethoven. Nei, ekki nefn að sé geðið skoður á píanó og við vitum það ekki. Ef þú leggur saman alla tölundur á rúllettuborði færðu 666 sem er tala satans. Þess vegna er rúlletta kölluð The Devil's Game. Ég elskar rúllettur. Ég er nú mikill var rúllettumaður. Ég sé djöfulu koma inn í þig í rúllettunni, sko. Ég sé djöfulu koma inn í líka í rúllettunni. Ég var einu sinni áhugað með rúllettu og ég vissi þetta ekki. Varst einu sinni áhugað með rúllettu? Já. Einu sinni langt síðan. Rúlletta er samt, sko, maður á ekki að spila rúllettu. Rúlletta er svo hættulegt. Þú tapar alltaf. Samt þvílík veistla, velur okkur ákveðna tölur og getur verið gaman. Sér dettur það og fagnar svo. En ég meina, ég fer ekki til félum með það. Maður getur orðið mjög pirrar í rúllettu ef að talaðin er ekki að ganga lengi. Útbúin að fara 2 í hraðbanka. Svo er það síðasta, sturlaða staðurinn dagsins. Manstu þegar hugir þetta að stoppaði leginn í hraðbanka og hoppaði bakið þér? Já, ég dró hann. Ég man líka einu sinni í einu ferðalagi fríka úti í Amsterdam. Við vorum að taka upp Sveppi og Pétur og Hugi með og hann réðst á hraðbankan því að hann fekk ekki verið peningur á mjög. Ég hef verið að Erlendis. Við vorum í vinnuferð og við hendum okkur í kasínu eitt kvöldið og við vorum að spila hlið við hlið. Og einu mómenti þá hrifsaði þú af mér peningin minn.
Það kemur stundu fyrir að ég er búin að fá mér. En þú fegst borga. Já, ég fekk Reif hann chipsan henni af þér. Hann tók af mér peningin og hljóp með henni í burtu. Nei, ég var ennþá að hliðina þér. Hann tók bara peningin af mér. Hann rændi mig. Nei, þetta kallast að fá lán. Já, það kallast að fá lán segir, heyrðu, getur nokkuð lán með pening. Menur að lána með þessa chipsa hérna. Hann bara tók þá brjálaður og tók bara ekki, hann var ekki hægt að fá það tilbaka. Nei, það er líka, ég leti að hafa það aftur. Ekki ljúið på mig, en ég viðurkenni það. Ég var við hliðina þér, ég nefndi ekki hraðbóka strax og ég fekk lánaði að segja þér. Af því að rúleftan var að detta og ég vildi ekki sjá 7 detta og ekki vera með á því. Við dæmum við ekki. Svo það, víst gerið það. Svo það síðasta störðlega starinn dagsins. Fólk hlær 30 sunum meira í kringum annað fólk en þegar það er 1. Það er út 1. Ég hlæ aldrei þér 1. Það bara kom fyrir mig núna daginn. Ég var að horfa á YouTube-klipp og ég bara grét hún aldrei. En það? Já. Ég hlæ inn í mér sko, mjög mikið. En ég hlæ ekki, ég var að fatta ég hlæ ekki, ef ég er að horfa á ef ég er með fullt af fólki þá er rétt að hlæjandi, en ef ég er að horfa á bíómynd, 1, skilur við? Ég hef oft hlægið upp á þetta. Það? Ég held ég gera það ekki. Heldur bara kjælt þér? Já, ég held það, já. Maður hugsar, þú veist alveg fullt þetta, skilur við bara, þetta finnir maður, mjög finnir að gera það svona og ég finnar ekki ef þið gert svona. Ef þú ekki hlægið úr þetta? Jó, bara síðast daginn, ég horfði á Ace Ventura, Dömmur 2. Nei, hlóst af henni. Já, það var allir búin að segja að það var viðbjöður, þannig ég gaf henni sjens, horfði á hann og okkur 2-3 atriðinni sem bara einn í sófanum, bara grét úr hlátri. Varstu búin að fá þér eitthvað skrifna köku eða? Nei, djúvillig Jim Carrey finnir mér, wow. Herðu, þá eru sturlaða staðreyndir búnar í dag. Það var einn sem var feik og nú spyr ég ykkur, hvaða sturlaða staðreind var feik? Má ég giska fyrst? Ég ætla að segja að það verið Sir Beethoven. Beethoven hafði ekki kent, já, ok. Hvað segir þú að vera lígi? Kolbrabbi sem rýfur að sig handlegginn og kastar hann eitthvað og eignast barn og þeir. Nei, þetta er bæði rétt. Það sem er hins vegar ekki til og þú getur ekki leikt börn í Japan en það væri það ógæslegt og væri bannað strax held ég. Hvað heldur þú getur bara að fara að leigja börn? Það held ég, kæri hlustendur, þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Hvað er að gera standa hér? Veit það ekki. Gleiftur þú flugu? Það var ekki, ég fekk eitthvað í hálsinn bara. Rika eða eitthvað? Já, veit það ekki. Nei, það er nú ekki rikin í stúdíunum. En það er komin tími á dagskrárlið sem er alfarið í höndunum á Blöðum Junior og það er dagskrárliðurinn Einkamáli. Já, þetta er svona einn af mínum uppáhalds dagskrárliðum of all time. Hann er ekki vikulega. Nei, hann er spari og maður hendi bara í hann svona, þú veist, það er fössari og menn er í fíling og það er bullandi fössari. Já, þegar það er svona smá nettu púk í manni, kannski smá vor í pung og þá vil maður slá á þráðin á einhverja ókunnuga konu og ég ætla að fara basically að tala við hann eins og ég hef verið að spjalla við henni í gær og Einkamál. Þetta er nú ekki flóknari það og fólk ætti nú að kannast við þetta sem hafa verið að hlusta á okkur. Já, og sem sagt, þú tala við hann eins og að vera að tala um Einkamál í gær og svo fer það að drita út fullt af nöfnum hvað hún kallaði sig og hvað þú kallaði. Já, sem er svona kannski gætu verið líklega á Einkamál og ég er komið með hérna haug af nöfnum sem eru helvíti líklega til þess að vera á Einkamál. Segðu mér bara svona, verður alveg hinskilin ef þú væri á lausu, væri nú Einkamál og kannski búin að vera síðan þú varst svona að hugsa hvernig þú varst þegar þú varst 22-23 ára því að það var kannski verið svona líklegt þú myndir skráðið að þinn. Akkurat. Hvað heldur þú myndir heita sjálfur? Ég held, ef ég var alveg hinskilin, ég myndi ekki fara að heita eitthvað furðulegt. Nei. Ég held ég myndi bara heita í rauninni bara nafninu mínu. Já, bara Steindi. Bara Steindi, eða Steinþór, eða eitthvað. Er það ekki bara? Akkur ætti maður að heita eitthvað rugl? Leður andlit 45, er það eitthvað að fara að gera eitthvað? Nei, en heldur að sé fullt að liðaninni sem er bara undir réttu nafni? Já, ég held það, en þú veist, en síðan er líka eitt, það má ekki gleyma því að Einkamál, með fullri virðingu fyrir vefnum og svona, örugglega flottu yfir og er að gera helling fyrir fullt að liði sem kannski kemst ekki fara út og getur kannski svona þægilegt tækifæri að hitta fólk að ásleis. Ég er ekkert að dissa. En sko, ég held að sé rosalega mikið af fake profilum í gangi þar. Ég man eftir, ég á potti 2-3 fake profila þarna síðan bara í gamla daga. Já, ég átti einn. Þú veist, þá fórum við félagarnir og fórum að fíbla, skilur við. Ekki nema þeir eyðið þeim. Já, vonandi. Jú, það getur verið að þeir gera það. Það getur verið. En það er hins og að komið af dagskrárliðnum í dag, skulum hægt að ræða okkar Einkamál og fara í dagskrárliðin Einkamál.is og ég spyrir þig eins og alltaf, Steindi, nú er komin inn á já.is. Hvaða nafn viltu vinna með í dag? Eigum ekki bara að segja Helga. Þú ætlar að ringi einhverja konur sem heitir Helga. Já, og farðu og skrollaði nú niður og ringdu í einhverju Helgu. Skiptir engu máli hvert eftirnafnið er. Nei. Og tengdu með hana. Það er komið hérna, þá bara vindu okkur Einkamál. Halló? Já, góðan og blessaðan. Afsaki hvað ég er að syngja sent. Ég er nú aldrei látið svona verða af þessu, þannig að ég var svona búin að mana mig upp í þetta allan dag.
og svona ákvað að hringja svona í lokdags árinni fara heim og vinnunni bara upp á bara svona já, bara bara verða þessu þannig að hvað segir þú þá? Það býtu, við hvernig ætlar að tala? Erum við að nota alvörunöfnin eða erum við að Horibori 32 Guðmundur heiti ég Er þetta ekki 24/7 58 ára? Vorum við ekki að spjalla saman í gær bara á Nei Vorum við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Nei Nú Ég er bara harðgift manneskja og á fínu hjónabandi Býtu, var ég ekki að tala vorum við ekki að spjalla saman í gær ég er nú undir nokkru nöfni ég kalla mig oft líka vakuumpakkaður 89 eða sortaæsli 79 við vorum ekki aldrei farið inn á þessa þetta er ákveðin skellur ég held ég væri að hringja í rétt númer ég er ofta þarna ruslabíllinn 54 ára eða nefrensli 82 við vorum ekki að spjalla saman í gær Nei, almáttur, nei En erst þú að inni eftir einhverjum öðrum nöfnum eins og Júis misti 75 ára eða 3 Geirur 84? Það er djóka Nei, alls ekki, þetta er bara mjög neðrætt fyrir mig Ég held ég var að hringja í skrimslaskólan 35 ára Já, ég hef aldrei nokkuð tíman farið inn á þetta engamál.is Þannig að þú ert ekki mjólkur vömb 30 ára eða býtu skítu 44 ára? Nei Þetta er ákveðin skellur, ég hef oft verið að, ég held kannski... Já, heyrðu, er þetta ekki bara ákveð? Jú, ég held kannski hefði verið að tala við þarna eins og hangin eins og hestu 29 ára eða hjólarsbóla eða ríður á móla eða svarta æðin 48 ára, ég hlýt að vera að hringja bara eitthvað vittlust. Þú hlýtur að vera því, bara, heyrðu, en gangið bara vel. Já, en kannast þú eitthvað við, þú veist, Róblift 84 ára eða Bláan Mariland 59 ára? Ég skulum bara ljúka þessu samtali, ég hef aldrei nokkuð tíman verið inn á þessum meili sem þú mentir, þannig að... Já, þú er aldrei inn á engamál.is? Nei, aldrei nokkuð tíman. Nei, þannig að þú kannast ekki til Bleiukúk 79? Nei, bara þakka fyrir samtalið, þetta er líka áhugavert fyrir mig að heyra öll þessi nöfnvarna. Já. Ég hef bara aldrei heyrt svona, en bara allt í fína með það, ok. Já, ekki einu sinni hrækt á baki að maður að kallaði mig Kristínu, Halló? You're so indecisive what I'm saying Trying to catch the beat, make up your heart Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Vinningurinn í miljónaveltunni 80 milljónir á einn miða Dregið 10. nóvember Happdrætti Háskóla Íslands Vænlegast til vinnings Jólaæði í húsasmiðjun og Blómavali 5. til 15. nóvember Æðisleg jólatilboð á jólaseríum, jólaskrauti, jólagjöfum og öllu fyrir heimilið Alltaf 40% afsláttur Húsasmiðjan og Blómaval Áttu eftir að redda kvöldmatnum Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12 Phoenix veitingahús sem er 5677 888 Biljardbarinn Faxafeni Opið núna Biljardbarinn Faxafeni Hlemmur Square Off-venue á Iceland Airways í boði Bríó Teitur Magnússon Milky Way Mýri Kött Grá P Dreamwife og margir fleiri Street food útgáfur af pulsunum okkar frægu og Bríó á góðu verði Það er risapottur upp á 200 milljónir fyrir 13 rétta helgina Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustad 1x2 í tippum Hollur og hrikalega góður skyndibiti XO Jóðaklúsinu Vesturbæ Þetta er neyðarkall björgunarsveitana Takið vel á móti sölufólki okkar Slysavarnafélagi Landsbjörg Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur Keiluhöllin Egilshöll færi þér FM 95 Blö og frítt far í bæinn Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Við þökkum ykkur kjallaði fyrir það kæru hlustendur og já, erum vonandi að launa ykkur með skemmtilegum þætti Gæti tekið smá beygju núna í skemmtun því að það er komið að dagskrálið sem heitir spurningakeppni Gilsbrands Og ég stend upp, ég stend alltaf upp því fyrir keppni Það er metnaður Ég er alltaf hræddur við þetta Sko,
trailer eða hvernig? Nei, það er ekki trailer. Fær ekki trailer. Ætlar ekki að spila trailer? Nei, það byrja á köttan í mínútu, síðan í 20 sekundur, 5 sekundur. Nú er bara búið að taka hann út. Það er bara verið að refsa fyrir hversu slappur þessi trailer var. Herðu, sko, hvort er þetta spurningkeppni? Hvort er hún í dag? Er þetta keppni sem hún vilt vinna eða vilt helst ekki vinna? Mér er skemmtilega þegar maður fer og vill vinna. Já, þetta er eiginlega, já, þetta er svolítið hannig. Nú, ok. Út af því að þessi heitir King of Sunshine. King of Sunshine? King of Sunshine? Bara hver er gladari þá eða hvað? Nei, bara sólinn, þetta er bara tengist sólinn. Tengist sólinn? Sólskinni og tengist góðu veðri? Ok, það hljómaði vel fyrst mér. Eitthvað svona, er meira sólskinni í stenda eða blöð? Já, ok, mér að við erum báðir, hérna, okkur þykir væntu sumari. Já, þetta verður mjög hörð keppni. Ok. Og ég byrja, finnst þér skemmtilegra að vera í sólskinni en í rigningu, roki og frosti? Hvers konar þetta? Já, sko, það er ekki til einhverja meistara sem vilja frekar? Nei, það er út að hoppa í pollum og svona. Það eru gleitt ná einn kannski sem er gaman að lenda í al íslensku veðri. Kannski 3 og 5 ára. Punktur að báða hana. Þetta er punktur að báða. Mundur þið vilja vera Benidorm akkurat núna? Nei. Ég ætla að vera sammála til þess að neyðu þessu. Ég væri bara ekki til að vera. Ég væri til að vera á Tenerife núna. Ég væri til að vera allstaðar annars staðar í heiminum en á Benidorm núna. Þetta er ógeðslegur staður. Hvað er að þér? Þetta er bara við. Nei, veist það, sól og gott er. Jú, ég var alveg til að vera að labba hérna. Þetta að vera að labba og það eru tannlausir brettar og stykki viki. Þú þarft ekki að fara í það alltaf þegar þú ferð þangað. Barbara og eitthvað svona enska ströndin og ég væri ekki til í þetta. Í réttum félagskap þetta væri til að vera að labba á ströndinu þar. Ég segi já. Er það? Já, í réttum félagskap alltaf. Ég ætla bara að halda með mitt. Já, þú ert bara ósátt. Mér finnst þetta bara alveg hræðilegust. 2-1 fyrir blöð. Hefur þið farið í Nauthólsvíkina? Já. Hvers konar spurningakeppni? Það er 3-2 fyrir Björði. Ertu alveg komin út á enda með þessa keppnir eða? Nei. Skrýtna spurningar. Ég held þetta sé að fara að stefni það að maður vilji tapa þessu. Þannig að ég er ánæður að sé 3-2. Nei, það er að sönnsjæni mér. Ég dæmi ekki. Þú ert alltaf að tala dæmir ekki. Svo ertu búin að dæma Benidorm bara sem eitthvað viðbjósta. Já, bara, þú veist, ég farið til Benidorm. Og skemmtiði konunglaðar síðastur ástar? Nei. Já, bara átti það, ég maður ekki betur að var þetta ekki alveg hræðileg ferð. Nei, það er hræðileg. Ég fara þetta þrís Ég fara þetta sem sko úlingur með félögum svona sem úlingar gera, fara saman einhverja ferðir og svona, það var mjög gaman að sjálfsögðu og svona, svo fór ég með fjölskyldinu og svo hef ég farið núna bara á fullorðins. Þú getur alveg unnið þessa keppni. Ok, næsta. Þú ert basically að segja að við erum á gamli fyrir Benidorm. Hefur keypt bjór af gæjanum á Benidorm sem ráfar ströndina, öskandi, seljandi drykki. Já. Mikill meistari þar. Það er kannski eina sem ég saknaði Benidorm. Og hefur ráfað ströndina á Benidorm kvöld, skástrík, nótt með áfengadrykk og buksunar á hælunum. Ekkert buksunar á hælunum. Bara með tippið úti eða lappa á ströndinni. Það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið bara handtekinn að gera það. Nei, ég hef ekki gert það. Það tala um það, að vera að lappa bara til hann með bjóra á ströndinni, blindfull. Bara hendi í fílinn. Nei, ég meinti við buksunar á hælunum bara svona svolítið í glasi og svona. Já, við setjum já á það. Hvað, er þetta einhver Benidorm spurning? Er þetta bara, snýst það bara Benidorm? Nei, hefur verið á Benidorm? Þetta heldur bara áfram með Benidorm. Nei, í Þveng. Nei, það er ekki verið. Þú verður að hætta að spyrja um þess að þenga. Það er einhverju einstu keppni að tala um þengin. Nei, þegar þú fóst í þinn, var það ekki þú? Nei, ég var ekki á Benidorm. Það var bara einhverju flippi. Ég var ekki einu svona genið sérstætt. Ég bara fór í þeng, bara heima. En bara við döð skammast mér sem er að fyrir að vera að rifjað upp í hverju einstu viku. Já, hættu þessu. Ötti, þú hefur líka gert það? Nei. Jú, þú hefur sagt, þú sagðir eins og þú hefur... Já, ok, ég ger það, næsta spurning. Já, báðið gert það. Hefur þú gert það? Já, var ég þeng? Já, ég fer í þeng. Já, ok, þá getur þú ekki bara droppa þessu þengdum. Það er ekki komin tíma á það. Lungu. Sko, hefur þú verið á Benidorm og það kom sólarhingur, þar sem þú bragðar ekki áfengadrykk? Nei, það er ekki. Og hvað hljómar illa? Já. Þú er þetta leðilega spurningakefni. Þú ert basically að spura hverja mér er fyllibita. Þetta er ekkert sunshine. En er það ekki það? Hann er að tjekka á fyllibituna. Er það samt ekki svoleiðis? Þegar þú ert út í svona ákveðu sólaströnd eða einhver staðar, þú veist, í hita.
Þú færðir alltaf bjóra hverjum degi sko. Já, það held ég Þú veist, líka Ég vill ekki vinna þetta lengur Líka ykkur pappi sem er kannski með 10 gutta með sér Hann fæ sér alveg galt 10 grislinga, hann fæ sér 1 bjór sko. Þessi keppnir að taka ljóta beigju Ég veit á þessu þú ert að vinna eins og staðinu núna, það er 6-5 fyrir þér Já, það er þetta, á rétt Hefur þú drukkið kampavín í snekkjunu hans Roman Abramovich sem samkvæmt Forbes er top 10 flottast snekkja heims Ég ætla að nei þarna og ég gerði það brosandi Ég gerði það actually brosandi Nú, hefur ekki viljað að gera það? Jó, ég bara vill ekki vinna þessa keppni Hún er að stefni ykkur viðbjóð Hvað meinar Hvað meinar þú? Þetta breytist ykkur 7-5 fyrir blöð Nú, hvað, ég svaraði ekkert Ég veit þú hefur verið Akkurat þá að spurja Heimska flón Flustandur viti Ok, hefur þið verið skuttlað út á flugbraut á Reykjavíkurflugvelli 3 metra frá flugþóttunni einhverþóttunni og þú labbaðir þar inn úr bílnum Akkur það breytur sér þetta 3 skref inn í einhverþóttuna like a bus Aldrei gert það Bara til að koma til Sunshine Og sérðu, ég er mjög ánægð með það Bara til að koma til Sunshine Af því að ég er eðlileg manneskja og ég er bara þurft að býða í röð til þess að fara inn í venjulega flugvél Aldrei verið skuttlað beint út af flugbraut Ekki heldur, sama hér Þú þarf að segja satt Hérna er allir að Já, mér er aldrei verið keirt upp að einhvað þóttu 3 metra frá Verðstu ekki Verðstu ekki að segja eitthvað sem þú þykist vita Hörðu, ég tek hana punkt að þið Þetta er 6-5 Nei, það er 7-5 út af snekkjunni Það er 7-5, já, 7-5 Hefur þú drukkið drikkin Sex on the Beach? Já Ok Er mikið eftir þessu? Nei, það er spurningar Hefur þú stundað Sex on the Beach? Nei Blöð, þetta var 6 sekúndna þögn Já, að því ég líði ekki að hlustundum Ég var að reyna að Þetta var rosalega löng og sannfærandi Ég hef ekki sett lag hana með að Nei, ég hef ekki gert það Ég myndi ekki ljúga, já Steindi, aldrei Nei, ég hef ekki gert það væri frekar Steindi, sko Núna veit ég allavega að það kemur punktur og Steindar Þú veist, mér finnst meira þess að pælingin að vera á ströndinni bara, eiginlega bara ekki neitt skemmtileg En þú átt inn í punkt Verður með sand í raskatinu maður En hefur þú Sex on the Beach og hefur þú gert það bara sjálfur einn? Það er einmitt spurningum á 12 Hefur hendi hristing á ströndinni? Hefur hendi hristing á stjörnunni? Stjörnunni? Hvað sagður þau? Á ströndinni? Á ströndinni, já bara Þú veist, liggur á bekk á Benidorm eða eitthvað Nei, og íbrasta Liggja á bekk á Benidorm og Ég nennu veist að Þetta er svo Við erum ekki Getum við verið að tala Við erum ekki menntaskóla En getum við verið að tala um einhverja hristinga á bekk Akkur það segir þetta núna Nei, ég er að segja að þú veist Ef ég spyrir hana Hættu bara að tala um þetta eins og þú veist Auður Blöndal Nei, hættu bara að tala um þetta Sko, við getum ekki Við erum hættu að vera að tala um hristinga Þetta var bara síðasta Út á Benidorm Síðasta spurningakefnin En herru, veistu hvað, Öddi Þú ert king of the sunshine, bro Þú ert king of the sunshine Þú varst að vinna keppni þar sem spurningar eins og hristingur á ströndinni og bakað í sólarhing og drukkið Þú varst að vinna þessu keppni Það er bara svolítið, þetta er einfalt Þið eru að hlusta hér á Auðun Blöndal Egil Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson og búin að vera því vonandi síðan klukkan 4 í dag nema sér laugadagur. Ég veit nokkra sem er að hlusta á þáttinn í endurspilun á laugadagum. Þannig að þið sem er að hlusta núna á laugardegi vonandi áttu þið gott föstudagskvöld og eigið frábært laugardagskvöld. Hvert fer fólk til að hlusta á podcastið okkar? Hvað er fólk að hlusta á endurspilun? Ná vísi.is og ef það er einhver að hlusta þar og appi líka, fólk notar appi mikið. Já, það er app og vísir, já, það er að hlusta, það er margir option. Og þetta er líka á laugardagsmótnum núna, alltaf endurspila. Já, það er kannski einhver að hlusta núna í bílnum og það er laugardagur. Veitu hvað við þurfum að gera? Hvað? Við þurfum að, ég veit ekki hvort það séum eins og núna, við þurfum að fá okkar eigið app, F95 Blöð appið, þar sem að það fólk getur farið kannski 5-6 þætti aftur í tíman og það getur koma beintar inn og við þurfum að fara að hendi í update á þessu. Já, að gera fara að hugsa það núna 4 árum of seint. En það er hins vegar komið á dagskrálið sem heitir tenging. Það er vist komin tími til að tengja. Akkurat. Og þetta er eitthvað sem að þeir Egill og Steindi hafa svolítið verið að halda utanum og hverja tengdu þið fyrir í dag? Þetta er bara eitt af skemmtilegasta sem við gerum ef við varum heimskjöld. Sko, við höfum náttúrulega verið að tengja mikla meistari gegnum tíðina. Þið tengdu ekki í dag, þið komið hérna á miðvikudaginn. Við tengdum þetta frá okkur dögum, sko. Við tengdum, sko, við erum búin að tengja Hjalta Úrsus og Herbert Guðmunds. Það var mjög fyndið. Nei, Hjalti, ég er bara að vinna í músíkinu og Hjalti það var æðislega, það vissi ekki neitt og svona. Svo tengdum við, sko, Damon Younger. Það var mjög skemmtilegt. Við Fatabúð. Gefum ykkur það. Við erum búin að tengja hinn og þessa. Já, hvað erum við þetta? En ég held að, sko, þessi tenging sem við náðum í dag, fyrir 2 dögum segi, við ætlum að spila núna, hún
Og hann vægast að dæðislegt. Það Jón Jónsson og Gunni Samloka. Jón Jónsson og Gunni Samloka. Já. The Sandwich. Þá bara, já, það komin tími til að tengja. Já, bara, heyrum þetta. Já, tekum á sig. Hello. 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 Hvað segir þú? Hi. Hi. Þú ert svo vængefinn maður. Hver er þetta að þekki ekki látur niður? Hvernig er þið? Truttur fyrir eftir en þú? Þið er dásamlegur. Djöfellir langt sér heilt í þér maður. Já, þetta er fáránlegt. Þetta er bara mjög fáránlegt sko. Það er að gera out of town. Eiginlega að gera out of town sko. Já. En hvað segir þú? Ég er bara ándjóks, gæti ekki verið ferskari sko. Og gætir ekki nefnilega verið ferskari sko. Nei. Nei. Það er... En þú sjálfur, er eitthvað pest í kaffinum? Hvað segir þú? Er eitthvað pest í kaffinum? Ég er búinn að segja ég komin á eitthvað lyf sko. Þú komin á... Nei. Ég er ekkert að ljúga þér sko. Ég vil sjálfur maður. Ég skal að opna mig líka fyrir því. Ég er líka með svona augsýkingu. Þannig ég er ekki eitthvað mjög ferskur eða þess. Já, ég bara, þú veist, ég svaf ekkert síðustu 2 nætur, fór til læknis og fekk bara sýklalyf og púst. Jesus. Já, bara nefndu niður, sko. En það er samt gott þegar maður er komin á eitthvað program, sko. Já, það er, hérna, já, það mér liður, þú veist, ég svaf í nótt til dæmis, mjög vel. Já, það er alveg bara, já, strax betra, sko, alveg bara mun betra, sko. En það er líka svo gott að veikast. Finna hvað maður er vannmáttuð litlu síklun. Nú er eitthvað skringilegt. Ég horfði á fallegan mann og mér liði bara pínu skringilega þarna niðri. Og þá það getur læknir sagt já, það er út af því að þið langar að hafa kynferðismök við viðkomandi. Herðu, Johnny Boy. Já. Akkur það ringja úr 365 símanúmeri? Það er eitthvað sem að setja okkur saman, skilur, sem er með grín, þú veist, þeir sem eru á FM eða eitthvað, skilur. Já, þeir ringja. Já, þú veist, ég er ekki að ringja þig, þetta eru þeir að setja okkur saman, skilur. Já, ok. Ég er ekki að ringja þig. Og ég er ekki að ringja þig. Þú ert ekki að ringja mig, skilur, þannig að það er grínið. Já, og er upptekið, séðan? Já, það er búin að taka þetta upp, skilu, en það er bara... Er upptaka núna í gangi? Ég er. Karlalandsliðið er á leiðin á Evrópumótið í knattspyrnu. Flott hjá þeim, en allir geta tekið þátt í Evrópukeppninni í Heppni á föstudaginn. Potturinn stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í Heppni, alla föstudaga. Heiðursborgari vikunar er Rudolf. Segðu mér meira. Ok, ertu klár? Í fyrsta lagi er Rudolf hreindýraborgari. Við blöndum aprikósum og gráðaosti út í hakkið og berum hann fram með sultuðu kanilrauðkáli og eplasalati til hliðar. Gleðilega hátíð. Fabrikan. Nóvember tilboðin í 10.11 eru kósí og kræsileg. Facer Kismet Lakritsi á 149 krónur. Trolli 100 gram á 179 krónur. Twix Raider 50 gram á 99 krónur. Og svalandi ískall Mountain Dew á 2 fyrir 1. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Ert þú komin með neyðarkall í hendurnar? Slysavarnafélagi Landsbjörg. Komdu og eigðu notalega stund hjá okkur. Casa Grande, Rauða húsið við höfnina. Snjórinn fellur í kvöld klukkan 20:59 á English Pub. Allt fyrir vegstæðið og allt fyrir iðnaðarmanninn. Vúrt, Garðabæ, Reykjavík og Akureyri. Enski barinn er staðurinn fyrir þá sem setja kröfur á hljóð og myndgæði þegar enski boltinn er annars vegar.
Þú var frítt far með rútu í bæinn helgar. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það held ég, elsku Camembert, Ostar og Bonna mamma sultur. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi Djún, Auðun Blöndal og Egill Gils með ykkur ennþá á þessum glæsilega föstudegi. Og stráka, það nú ekki mikið eftir. Nei, það ekki mikið eftir en við Tíminn flýgur, stráka. Hann flýgur. Hann fyrir gaman, þá flýgur hann. Já, það rétt, það hárrétt. En það komin tími á dagskrárliði sem veikulegur, var endar ekki í síðasta föstudag því að þá var afmælisþáttur. Og það giftast, sofa hjá, drepa. Aha. Og koncept í dag? Já, ég með þema. Ok. Það mér skemmtilega það þema. Hvað erum við að tala um? Þema í dag verkefni sem að mér þykir væntum og tók þátt í fyrstu 2 árin, ekki núna 3. ári. Það Ísland gott talent. Já. Og það er komið eðalfólk þar í staðinn. Og nú spyr ég ykkur, giftast, sofa hjá, drepa, Jakob Frímann, Dr. Gunni, þeir tveir eru í dómnefnd og kynnirinn MC Gauti. Það er ekki stelpurinn, ekki Ágústa eða Marta. Nei, það er eitthvað, mér finnst eitthvað bara ljótt við það að við séum hérna eitthvað 3 kallmenn að segja að við ætlum að sofa eða drepa eitthvað þannig, ég veit það ekki. Þetta er Doktor Gunni, þetta er Jakob Frímann og þetta er MC. Þetta er erfitt í dag. Jakob Frímann, Dr. Gunni og MC Gauti giftast, sofa hjá eða fara með ég ætla að drepa. Ég þekki alla þessa menn og þetta er allt topp. Ég drep Dr. Gunna. Þið liggur svo á. Akkur að drepa Dr. Gunna. Þið liggur svo rosalega á, þú fer alltaf bara beint í drepa. Ég vil klára það erfiðast. Já, sko, Steindir að tala bara þetta er allt topp með þú bara ég vil drepa Dr. Gunna. Það er eins og þú eru ekki svona hugsað Dr. Gunna er toppmaður. Þegar ég hitti Dr. Gunna, það langar mig sko að mér langar að faðma hann og helst ekki að sleppa honum í marga mínútur. Ég held að ég hef ekki mist að þætta poppundi til þeim. Sko, akkur viltu drepa Dr. Má ég rökstu það svarið? Já, gjörðu svo. Er það því hann er sköllóttur eða? Kemur ekki orð með hvernig þú talaði sköllótt fólk. Sko, ég er mikill aðdáandi og minnst að ég fylgst með honum. Ég vart að hlusta út að þetta með honum og svona 10.000 klukkutímum í það. I'm a fan. Okkar ætlaði að drepa. En hann er nýskur. Og hann er alltaf með pistla svona hvernig að spara og allar þá drepa hana því að hann hugsa peningi sinni. Hann er ekkert nýskur. Nei, hann er ekkert að hugsa peningi sinni, hann er bara nýskur. Nei, ég held að það sé alls ekki nýskur. Ég held að það sé miklu frekar bara að benda fólki á hvað er hagstætt að vesla. Hann er ekkert hann er að hjálpa. Já, þú sér hann ekkert út á umferðið að týna dósir, sko. Hann er bara. En við meðan svo sem ekki dæma, segir hann, en þú Steindi, hver fer upp í sveitja þér og orðum þetta hans perna? Ég kýst nú að enda á því. Ok, hverjum ætlar að giftast þá? En þetta er rosalega erfitt. Hverju giftustu? Vá, þetta er svo erfitt maður. Ég, ég myndi. Þetta er allt toppmenn. Þetta er allt toppmenn. Það er ekki að tönglast. Það er allir sem að vera í þessum dagskáli frá byrjun að vera toppmenn. Já, ég veit að mér finnst þetta að vera einstaklega erfitt maður. Ég myndi gifta skauta. Gifta skauta? Já. Gifta skauta? Já, ég held það. Gifta skauta, er ok? Já, ég held að væri svona huggulegt hjá okkur félagunum. Við erum með svona, ég held að við getum verið flottir upp í sófa bara og það var ekkert við svona að velja mynd og já, við dæmum hvoru er. Ég leita greinilega ekki sama og Steinþór í með því að gifta mig. Nei, þú ætlar ekki að giftast skauta. Ég sé fyrir mig þá 2 og ég sé fyrir mér íbúð fulla pizzakössum og sígarettum stöpum út allt og PlayStation Já, og bara kúkalikt eitthvað neginn. Hvað með þetta segja bara kúkalikt ef ég og Gauti myndum búa saman? Nei, ég held að þessi poppa eitthvað neginn. Við erum báðir bara snirtilegi menn. Það er ekki kúkalikt heima á honum og heima á mér. Ég fó bara til þessum daginn til dæmis En til dæmis Sigrún hugsa mikið íbúðuna Já, sko. Ef þetta væri þú, Gauti og Pulla, það getur verið smá svita litt, sko. Ég held að Gauti sé helviti duglegur að hendi vel og svona, sko. Sko, Jakob Frímann. Ég hugsa Jakob Frímann og sé ég fyrir mig svona 400-500 fermetra. Það er svona granít eldhúsplötur sem tekur alveg svona bara, sem er svona kannski 30-40 metrar svo lengt. Og svona alltaf í jakkafötum, fárlega gáðar, talar skemmtilega, alveg eiginmaður.
Þú ætlar að giftast honum. Já. Þannig að þú... Og ég slaka inn í... Við þurfum ekki að... Já, sefur í honum. Þannig að það er Jakob Frímann, þú giftist honum og sefur í að Gauta og þú ætlar að drepa... Slaka inn í menn. Það getur ekki orðið verða þetta í kringum þetta fíbl. Steindi, þú varst búin að tala um að þú ætlar að giftast Gauta. Já, ég veit að giftast Gauta. Þannig að þá spyr ég hvernig ætlar að drepa. Sko, þetta eru svo mikli menn. Þetta eru Gautamenn. Já, hættu þessu. Ég myndi þurfa... Ég hugsa ég myndi skella mér í trúbúða með Gunna. Dr. Gunna, þú ætlar að drepa Jakob Frímann, sko, stuðmann. Vá, skellur. Gunni geti bara kemur óvart og verið viltur. Það er rosalega skellur og ætlar að drepa stuðmanninn. Já, ég veit það skellur, ég er líka búin að vera að segja að margótt, þetta er bara mjög erfitt. Egil ætlar að giftast honum, nei, þú ætlar að drepa hann. Já, ég meina, smá munur þetta. Já, smá munur. Það er alls ekki. Þetta var giftast sofa hjá drepa og þið heyrðu það hér að... Þú ekki vilja sofa hjá Dr. Gunna? Steindi Junior ætlar að drepa Jakob Frímann. Hvern myndir þú vilja senda út þessu? Ég myndi giftast þeim öll. Nei, segðu þú verður að segja. Þannig er ég. Þetta var giftast sofa hjá drepa og ég þakka þetta Reykjavík kella fyrir þáttökun í dag. Þetta er bara óþægilegt bara hættu að tala um að vera í þveng og hvort að menn séu eitthvað að ganna sig sjálfum sér á ströndum og eitthvað en þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, það er nú bara eiginlega komið að lokum hér hjá okkur í dag. Já, það er hárrétt. Þessari vitleysu loksins lokið. Það er gaman hjá okkur líka meðan tónlistin er í gangi, skal ég lofa ykkur hlustendum við stanslaust grín hérna í stúdíónu. Það kemur bara inn hlæjandi. Sko, það er búið að vera gaman í dagstakar. Hvað fannst ykkur svona, hvað stóð upp? Bara allt saman. Þetta var skemmtilega föstudagur eins og alltaf. Já, eru það að fara að nota þessa emoji kalla helgina? Nei, ég er ekki að segja þetta. Þið munu sjá núna kampaþjóskuna meira á Twitter en það hafi gert. Nei, en þú varst að segja að hún var algjört spari. Já, en það kannski einhver að fara að flaska sig vel upp helgina. Það er erveis og... Já, reyndar erveis. Já, fólk er þist, það er útborgarna helgi bara fyrir nokkuð dögum. Skemmtileg pæling með kallin með hitamælin, það var bara ef manneskjarni það heita að þú fær bara það var von 40 stæði hita bara heima og verður bara veikur. Veistu hvað, ef þú sendir þetta á okkur að dömublöð, þá veitum bara, vá, hann blöð notar hann að kall einu svona 2 mánuða fresti. Ef ég minn einhvern tíma nota hann að kall, þá er bara, herru, ertu okkomið göld? Það er bara, nei, veikur og þessi kall við hliðina. Ég held fyrst þetta væri bara Áskir Kolbins, viðst það hann með rassamælin. Já, því að Kolbins... En hann er með rassamælin fyrir munnunum á sér. Já, það er ekki svolítið ógæslegt. Það er mjög ógæslegt. En já, kæru hlustum, það komið að lokum við drenginni, þökkum ykkur kella fyrir hlustunni í dag. Vonandi höfðu þið gaman að, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag og þá er föstudagurinn 13. Spooky. Verðum við ekki að hafa, verðum við ekki að gera eitthvað smá... Á ekki svestraslið hérna, ammali þá það? Jó, Sverrir Bergmann á ammali næsta föstudag. Já. Aldrei að vita við reynum að fá hann í eitthvað að flippa ammalisteginum. Akkurat. Og já, vonandi tekkið á okkur þá verðum við mætti hér klukkan 4. Egiði góða helgi, fariði varlega og drengir, takk fyrir daginn. Takk fyrir okkur. I'm coming home, tell the world I'm coming home, let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, tell the world I'm coming. To get back to the place. Sena kynnir, hinn eini sanni Chris Cornell hefur Higher Truth tónleikaferð sína á Íslandi. Órafmagnaður á einstökum tónleikum í Eldborg Hörpu 23. mars. Miðasala hefst á 50 daginn á tix.is og harpa.is. Sena. Hæ, þetta er Sara í Unique. Hvort maður fyrir vinnuna, skólan eða djammið, þú færð átveiti í okkur. Unique, Kringlunni og unique.is. Sony Z5-línan er komin í verslanir. Vassvarðir snjallsímar með 23 megapixla myndavél, fingrafara-skanna og í 3 mögulegum skjástærðum. Sony Mobile. Nú fagnar sælkerar. Komdu og prófaðu ljúffengar veitingar á nýja kaffihúsi IKEA. Brauðmeti, hnallþórur, smörrebrauð og sætir bitar á frábæru verði. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Herra Hafnarfjörður, Reykjavíkurvegi. Við erum með reykofn á staðnum. Reykt rif og grísanakkar. Já, þetta reykir sig ekki sjálft. Roadhouse. Láttu það eftir þér. Zlatan drekkur vítamín vel. En þú?
Og nú gerum við okkur klár fyrir splunkunýjan klukkutíma. Stútfullan af skemmtun og topp tónlist. Get all the hits right here, back to back. Go! Þetta FM. Það held ég nú, gott að blessa kvöldið, kæru hlustundur, FM 957, klukkan orðin 6 og 1 mínútu betur en það, trúðarnir í FM 95 blöðbúnir að ljúka sér af og þátturinn væntalur inn á vísi.is á næstu mínútum að sjálfsögum. Ég heiti Yngvi Eysteinsson, ég ætla að fylgja til klukkan 8 og já, þessum 2 tímum þá þurfum við að gera alveg heilan helling, þannig að við skulum bara byrja þetta. The way I feel, I'm standing still. I've been calling you